Jú, komið sæl og blessuð. Gestir þáttarins í dag eru tveir að þessu sinni. Alltaf gaman að hafa tvo gesti í einu. Það setja loksins þrír einstaklingar og ræða málin. Það eru Helgi Freyr og Einar Karl, stofnendur Primal Iceland. Þeir eiga sér báðir svolítið skemmtilega sögu. Já, þú veist, blessunlega þá endar hún betur en hún byrjar, en málið það að Helgi Freyr gefst sér satt upp á hreyfingu eftir að slíta á sér báða nárana tvisvar sinnum. Hann ákvaði í staðinn að taka doktorsgráðu í eðlisfræði sem fylgdi 8 tímar á dag af skóla og 8 tímar á dag af tölvuleikjum. Mikilli kyrrsetu fylgdu heilsukvillar en á sama tíma fylgdu allir hreyfingu miklir verkir. Í leit að lausnum kynntist Helgi Einari Karli sem sjálfur hefur leitað leiðarinnar á almennri heilsu og eðlilegri hreyfigetu eftir að 5 brjóta á sér bakið í snjóbrettaslýsi. Í dag eiga þeir og reka Primal Iceland og kenna þeir allt sem við kemur andlegu og líkamlegu heilbrigði. Streitustjórnun, hreyfiflæði, réttir hreyfiferlar, öndunaræfingar og handstöður, svo eitthvað sé nefnt. Einn af kostendum þáttarins er Stoð, hið rótgróna fyrirtæki á heilbrigðismarkaði. Þau opnuðu nýja verslun á Bíldsöða nýverið þar sem þau sérhafa sig í göngugreiningum og sölu og ráðgjöf tengdri hlaupaskóm, gönguskóm, hlífum, spelkum og öðrum æfingatækjum og tólum. Ef þú ert að leita þar að göngu eða hlaupaskóm, þá getur bókað þér göngugreiningu á stoð.is sem er framkvæmd af sjúkraþjálfurum og íþróttafræðingum með áralanga reynslu á þessu sviði. Þau framkvæma einnig hlaupagreiningar og greiningarnar eru að sjálfsögðu fyrir börn, sem fullorðna. Fagþekking starfsfólk Stoð nýtist ekki bara í göngugreiningunum sjálfri, heldur líka við val á skóbúnaði. Stoð Bíldsöða selja ekki minni merki en til dæmis Hoka. Held að heiti Hoka One en ekki Hoka 11 eins og ég held að það væri. Bara styrstustafið. Frá Hoka, ON, Asics, Echo og Skarpa. Mikil áhersla er lögð á að velja rétta búnaðinn fyrir fólk sem tekst á við einhvers konar hreyfingu, hvort sem það eru hlaup eða göngutúrar og ráðgjöf veitt af sjúkraþjálfurum og íþróttafræðingum Stoð. Stoð er svo auðvitað sérfræðingar í hlífum, spelkum, innleggjum og öðrum fyrsta flokks stuðningsvörum með það að marki að styðja við alla þá sem vilja hreyfa sig, sama á hvaða stað fólk er statt líkamlega. Þið þurfa að kíkja á Stoð Bíldsöða sjálf til að upplifa faglega þjónustu sérfræðinganna þeirra. Mæli með að þið bókið ykkur tíma í göngugreiningu gegnum netið á heimasíðunni þeirra stoð.is. Ef þú hefur fylgst eitthvað með Söru Sigmunds og Björgvini Karli, crossfiturunum miklu, þá ættirðu að vera orðin var við Unbroken töflunar sem þetta íþróttafólk dælir í sig daginn út og inn. Ef svo er, þá lítur á að spurt þig hvað ég óskopunum er þetta? Því að þetta er ekki 22 grömm af próteini með súkkulaðibræði eins og í gamla daga. Unbroken eru formeltar aminosýrur. Það segir mér ekki neitt. Hvað þýðir það? Jú, þegar líkaminn er undir álagi, eins og í erfiðri æfingu, en mikið stress á meltingakerfinu og þar af leiðandi tekur upptaka næringarinnar sinn tíma. Eins og ég segi, þá er þetta formeltar aminosýrur sem þýðir að situr uppi með hröðustu vöðvanæringu sem völ er á. Þetta gæðavara alveg í gegn, unnin á náttúrulegan máta, engum aukaefnum bætt við og svo er þetta smekkfullt af snefilefnum og vítamínum, það með töldu zink, selenium og vítamín B12. Ég átti mjög skemmtilegt samtal við gæjan sem er á bak Unbroken og hann útskýrði þetta í þaula fyrir mér og virkni þessarar hröðu vöðvanæringar og þetta er svona mín tilraun til þess að gera það sem hann sagði auðskiljanlegt í einhvers konar útdrætti sem ég var að lesa fyrir ykkur. Þetta er mjög áhugavert ferli og þau kallar þetta í rauninni real-time recovery eða rauntíma endurheim. Það sem hraðari vöðvanæringu er ekki hægt að fá. Svo hef ég líka notað þetta sjálfur margoft, þannig að þetta á vel við. Jón Jónsson tekur þetta líka. Samdi vist lagið sitt Komið sælar þegar hann var á þessu stöfi. Origo, okkar allra bestu, setja svo kórununa á þennan þátt. Í Origo farið allan búnað fyrir fjarvinnuna, aukaskjáir, lyklaborð, heyrnartól, fjarfundabúnað, allt sem þú þarf. Ok, segjum síðan að COVID sé að lægja og fjarfundir verða ekki eins þarfir, þó margir vilja meina að fjarfundastemmingin sé komin til að vera, að einhverju leiti allan. Þá er fólk bersýnilega að verja tíma sínum öðru sín, allavega sumar. Það er að horfa á sjónvarp, það fyrir út að hlaupa og það finnir sér nýja áhugamál. Og hvað gerir Origo? Þeir býða upp á allan búnað sem þú þarft í slíka lífstílsbreytingu. Bose Soundsport hlaupaheyrnartólin, ég hef notað þau endalaust á síðustu árum. Canon og Sony myndavélar, bestu græðirnar á þér, segja og skrifa, diggu viðskiptavinur síðustu 10 árin. Og svo Samsung sjónvarp, svo eitthvað sem nefnt. Það er rauninni of mikið í boði til að þylja þetta upp. Origo.is eða netverslun.is, þar fáið allt sem hugurinn girnist og meira til. Kíkið á þetta. Dempum okkur beint yfir í þáttinn, virkilega skemmtilegt spjall við virkilega áhugaverða gæja sem hafa mikla þekkingu og forréttindi að fá að krukka eins í hausnum á þeim hérna tveimur. Einar Karl og Helgi Freyr, Primal bræðurnir, gjörið þið svo vel. Þess að þú heyrir sjálf þegar þú gleymir. Já, og þú veist, það er hræðilegt að vera að taka upp og þú veist, bara datt út. Og það maður bara gleymir sér. Herri, við erum komin hérna til að ræða hljóðgæði. Nei, við byrjum þetta bara. Einar Karl og Helgi Freyr, eða ekki? Passar. Velkomnir, Primal bræðurnir.
Þið náttúrulega, ég veit ekki hvort þið að gera þetta markvist, en ég sá þið klædduð ykkur í skónum þegar þið löpuð hérna inn. Þið neituðu kaffinu og klædduð ykkur í skónum. Já. Er það jarðtenging eða? Lífstílsákvörðun. Það er lífstílsákvörðun. Já, ég myndi segja það. Að velja skó sem að hafa sem minnst áhrif á fæturna og reyna að vera sem minnst í skóm þegar þess er kostur. Hvað er konceptið? Og já, fyrir það sem er að hlusta, Einar, þetta varst þú sem varst að tala þarna og síðan er Helgi Helgi Freyr. Þetta er tóndæmi hann Helgi hérna. Það er fínt að þú myndir tala 8. ofar, Helgi. Já, 8. ofar, aðeins herra. Ég kann ekki neitt á svona 8. og eitthvað svona þannig, svo ég vil ekkert kosta sig. Ok, ég var líka bara að grínast, þannig að þetta er alltaf segja mér, hvað er konceptið með að fara úr skónum? Þetta er ekki beint samfélagslega eðlilegt. Nei, en náttúrulega styrkja fæturnar og náttúrulega bara fá eðlilega hreyfingar í fæturnar og styrki ökla og láta fótinn bara vinna eðlilega. Eins og við höfum oft talað er náttúrulega þessir skór sem við erum að vinna með í dag eru náttúrulega engan veginn eðlilegir fyrir fæturnar og eru í rauninni að valda miklum skaða og miklu vesinni fyrir fólk. Já, ég líka heyrt ég var í svona hlaupastílsgreiningu sko. Já. Þá átti ég að skokka og Arnar Pétursson langhlaupari var að hlaupa með fram og horfa sko. Og síðan sagði, á ég að vera í skónum eða fara úr þeim? Og hann nei, ef þú myndir fara úr skónum þá myndir ekki allt rétt sko. Já. Það er nákvæmlega mál. Þegar fólk fer að hlaupa berfætt og horfa að hlaupa á þannig þegar eru komið með styrkinn til þess, það lítur svo miklu náttúrulega út heldur en þegar þú horfir að fólk hlaupa í einhverjum risastórum hlaupaskóm sem eru bara líkari körfuboltaskóm heldur en einhverju öðru, með einhverjum bara dempurum. En er þetta ekki líka smá að verða til út af því að þú veist náttúrulega steinaldamennirnir og þeir sem að þeir kannski svona svolítið að þeirra vitni í þeirra lífstíl, eða ekki? Það er svona einhverju leyti að þú veist, það var ekki malbyggið þar, allstaðar. Það voru klappir. Þú átt að geta hlaupið út í berfættur. Í dag? Í dag. Já. Á malbyggi, á gangstétt, í grasi, í hólum hæðum. En eins og marathon? Já. Ef við tökum the extremes. Við eigum að geta það, já. Ef þú æfir upp af því, þú átt ekki að geta farið úr því að hlaupa marathon í skóm yfir að hlaupa marathon ekki í skóm. Það sem þú þarft líklegast að gera, og þetta er líklegast erfiðast að skrefi fyrir flesta, er að fara úr því að geta hlaupið 42+ kílómetra í skóm, auðveldlega mögulega, yfir að það þurfa kannski að hlaupa næst 3 kílómetra með helmingnum þar sem þú gengur rólega berfættur. Ímyndar þurfa að fara þaðan úr því að geta hlaupið marathon yfir að þurfa bara að taka 5 af því að fæturnar ráði ekki við að vera berfættir. Já, einmitt, það er svolítið klikkað og það er svo mikið af svona litlu stöffið þarna niðri sko. Nákvæmlega, allir litlu vöðnir. Þú veist, það er kannski bara litlaltánaðir sem fara að kvarta eftir fyrstu 5 kílómetrana og þá verður þú bara að stoppa því ef þú heldur áfram, þá verður þú bara með tóknaða litlu tá næstu vikurnar. Og síðan er þetta líka maður að tekja eftir, þú veist, maður er ekkert með góð völd á tánum á sér, þú veist, hreyfigetu og kreppa tærnar og svona. Síðan sem að fólk sem er með svoleiðis getur sko og þá svona fattar maður, maður er að slekka svolítið. Ég var bara að leika við son minn í gær sem verður 2 ára í sumar og hann var að, þú veist, strax þá, hann er 2 ára hann gengur, en ég ætla ekki að segja hann sé búin á fullu valdi á því að ganga hann getur lyft hlutum með tánum á sér. Hann næri teppi, grípur í það með tánum og tekur það til sín. Flestir fullorðnir geta það líklegast, en ef þú gera það 5 sinnum í röð þá eru líklega sko með krampa í ylina. Já, einmitt, maður getur fundið það ef maður bara svona kreppir tærnar það er nóg, bara að segja fólki prófa að kreppa þér tærnar, eftir 10 sekúndur er fólk fara að krampa í ylinni. Og þetta er snertiflöturinn okkar við gólfið. Já, þetta er fyrsta snerting. Þetta er rosalegt. Getum við fengið smá forsögu hjá okkur báðum, Einar, ég veit að þú lendir í, bara í rauninni ef þú getur sagt mér, af hverju þið drægist yfir í þessar hreyfipælingar sem þið eru í núna. Hvað á ég bæði að kalla þetta? Þú veist, movement, improvement, prime, sko, Primal er náttúrulega fyrirtækið okkar, Primal Iceland. Inn í því fyrirtæki erum við síðan með nokkur námskeið, þannig sem við erum í rauninni að vinna, hvað við segja, í kerfunum okkar tilbaka. Bara Primal. Frumkerfi, þola kulda, styrkja fætur, búa til liðileika, geta hreyft sig aftur eðlilega, ná í tærnar á sér án þess að sé eitthvað vesen og bara fullt af hlutum sem við erum að gera, vinni í streitustjórnum og taugakerfinu og fleira. Þannig að það er allt í rauninni undir hattinum Primal Iceland sem er þá fyrirtækið okkar. Og síðan náttúrulega erum við búin að búta þetta niður og svona það sem er vinsalast hjá okkur er klálega movementið sem hefur útlagst sem hreyfiflæði en samt er vegna vandanar á betra orði. Já, hreyfiflæði lýsir því að einhverju leyti þó svo að mikið þess að við gerum þar er alls ekkert alltaf flæði.
við erum oft kjur þegar við erum að gera það, en við erum líka oft á fullir hreyfingu og þetta er raun snýst og movement finnst okkur ná betur yfir það af því þetta þó svo að þýðir svo sem það sama og movement táknum alltaf hreyfing en þetta snýst í raun aðalega bara það að geta hreyft líkamann á í staðin fyrir kannski alltaf á einhæfan máta, það verður alltaf að gera sömu grunnur hreyfiferðlana aftur og aftur það er bara ein hnébeygja dæmi, nákvæmlega, ætlar að gera eina hnébeygju 100 sinnum æfingu eða ætlar að gera 100 hnébeygjur einu sinni æfingu af því að þegar þú ferð að ganga upp að esuna, út að hlaupa eða leika við börnin á gólfinu, þá gerir ekki fullkomni hnébeygju þína sama hversu oft þú gerir á æfingu af því að undirlagið er skrítið þú ert kannski á teppi heima hjá þér eða það er nýbúið að bóna parketti hjá þér eða þú ert bara á einhverju skrítinni klöpp þegar þú ert að lappa upp esjuna og þarft alltaf að beygja þig hún er kannski ekki alveg flött, hún hallar kannski 45 gráður bara á hægri fæti en vinstri fótur er flatur hvað gerist þá þegar þú tekur hnébeygina? Ég kemst ekki niður af því að hnébeygin sem ég gerði á æfingunum daginn þá var ég í góðum skóm þá var ég á flött, þú veist á góðum fleti á mögulegum smá upphæng undir hælinn og þá var allt perfekt bara lífið er ekki perfekt og bara liftingabeltið bara allir takk út með alla bestu græðurnar úr bara þú veist sem allir mæla með á Instagram það bara gerir ekki neitt fyrir þig í raunverulegu lífi þegar bara í daglegu lífi þegar þú þarft að náðu eitthvað upp í hillu eða náðu eitthvað á gólfinu eða bara eins og ég segi þú veist við báðir kannast við það þú veist við hefum báðir börn eða leika við börnin það er vilt vöndun á hreyfi getu sem er það sem við erum dálítið að útrýma í þessum námskeiðum við getum orðað þetta dálítið þannig ég hef svona smá reynslu af tímum hjá okkur og þetta kannski svona blasið þannig við manni að þið eru að expósa fólk við bara mjög breiðu álægi myndi ég segja er það ekki einhvers konar lýsing á þessu? Jú, algjörlega og það er sem sagt það sem þið eru að gera í þessum movement tímum og maður langar að fá smá grunn af bara ykkar sögu, hvernig Einar til dæmis þú, hvernig leiðistu út í þessa pælingar? Ég hef alltaf verið að æfa og var semst í landsliðinu taekwondo í mörg ár og var vanur því að æfa bara 3 á dag og fannst það æðislegt það var lífstíl sem að mér fannst geggjaður síðan lendi ég í því 2006-2007 ég dett semst á snjóbretti og 5 brýta með bakið 5 brýtur á það bakið 5 brýta með bakið og fer semst augljóslega allir í steik og get ekki eftir 3 á dag og rauninni reynar að leita mér leiða til þess að laga það þannig að koma tilbaka og var þetta alvarleg endurhæfing eða var þetta mikið ég slapp fárlega vel en þetta var alveg hryggjarliður fór í mask og 3 hryggtindar á spjaldbeinið við eigum myndirnar niður í Primal ég hef séð þar, það er áhugað að sjá bara hryggjarlið það eru nasty og þú vilt ekki sjá hrygg svona ég sérstu fyrir að leita mig leiða og fer í reyna að finna mér einhver endurhæfingu sem henda mér og hvert sem ég fer þá er runni kem ég daldið af bara svona, ég segi nú ekki lokum dyrum en það voru engar lausnir í boði sem voru varanlegar, það var hægt að fara í nutt og eitthvað djöflast í og þetta virkaði ekki neitt og ég hef búin að reyna og flesti meðferðaðalarnir sem ég fór til í rauninni bara svona, það er ekkert meira sem við getum gert og endanum fékk ég eitthvað svarið að ég þurfti bara að hætta að æfa sem er ófullnægjandi svar í mínum bókum þannig að það sem ég byrja að gera þá er að leita með þekkingar sjálfur klára nuddnám og sé síðan að það er runni ekki leiðin af því það er alltaf að vinna með afleiðingu en ekki orsök þannig að ef þú ert stífur eitthvað staðar sem myndar vöðvabólgu til dæmis þá þýðir ekki að nudda vöðvabólguna því að vöðvabólgan kemur alltaf aftur af því að vöðvabólgan er að koma út af einhverju annari orsök ef þú ætlar að útrýma rótvandans ég fann alltaf út af þessu þegar ég byrjaði að vera nuddari sjálfur og fólk kom alltaf aftur og leiði rosa vel eftir síðasta nuddtíma þurfti nýja nuddtíma þegar aftur voru stíft og þá byrjaði ég að leita með þekkingar daldið á netinu og bara kaupa heim fyrirlestur og námskeið og fleira til þess að öðlast þekkingu á þessum hreyfiferlum líkamanns og sæki námskeið út og fleira og þar byrjuðum við að sjá svolítið svona hreyfiferla greiningar, hvernig við getum séð hvar vantar upp á hreyfiferla og hvar þeir valda síðan álagi í líkamannum þannig að eins og við séðum í dag við getum bara hort á fólk og við sjáum nákvæmlega hvar stífleikin liggur upp í
til dæmis bak eða hvað sem að valda þá vesenu að vöðvar að dragast saman til þess að mynda stöðuleika, við erum að fara kannski örlítið djúpt í þetta. En bara svona til þess að skilgreina hreyfiferla, þú tala bara lappa þess vegna. Já, þú gengur, hvernig gengur, af hverju gengur svona, af hverju haltarar, af hverju ertu með útsnúin vinstri fót, af hverju, allt þetta segir okkur rosalega mikið hvar spennunar liggja í gegnum kerfið þitt. Einmitt. Og ef að þessar spennur í að valda veseni og ég eins og við tökum á þessum dæmi, get ekki staðið uppréttur í 20 mínútur og þannig að fá þreyti í bakið á ég alvörun að vera að reyna að PR hnébeina mína. Já. Nei, ég á ekki að vera að gera það. Ég á að vera að vinna í grunninum til þess að geta síðan orðið sterkari þegar líður á og æfingarna verða flóknari og erfiðari. Og ég byrja að vinna sem nuttari og að byrja svona að taka þetta inn í nuttímana. Þannig ég fæ fólk til mín og sé það ganga eftir svona löngum gangi þegar kemur inn í nuttíman og þar gæti ég bara svona séð þáldið, ég var að læra þetta í gær á fyrirlesturinn. Segi við fólki kannski, ég var að taka þetta 1-2 æfingar áður en við byrjum nuttið. Já, til í það. Og svo ég bara allt inni finnur það gríðarlegan létti eftir þessar 2 æfingar. Ég er ekki ennþá búin að snerta fólkið. Einfallega því við unnum á orsök vandans í rauninni sem gaf þá létti í taugakerfið og taugakerfið nemur náttúrulega spennur í kerfinu bara á einhverjum millisekundum. Þannig að þar fær fólk stundum instant létti eftir 1-2 æfingu og þá byrjuðum við að sjá svona að þetta er klálega leiðin til þess að bæta líkamlega getur að fara í vandamálin, finna vandamálin og útrýma þeim, af því að við spyrjum bara af hverju nógu oft, þá fáum við yfirleitt svarið á endanum. Þannig að það er svona daldið sem við leitust við í Primal, einmitt að gera þetta. Síðan var það nú bara þannig að fólk byrjaði að fá alltaf meira og meira heimavinnuprógram og svo kemur einn kúnni til mín og segir sem sagt, svo leiðilegt að gera heimavinnuna, getum við ekki bara öll hist í hóp og bara gert þetta saman og bara tók hann orðinu, leiði lítinn 50 fermetra sal með litlu nuttherbergi fyrir innan og þar byrjaði rauninni Movement Improvement námskeiðin. Einmitt. Þar sem að ég hitti Einmitt Helga. Og Helgi, þú ert líka með svona ákveðna slysasögu. Já, það virðist og það rísið allir upp úr brunarústunum. Það er eiginlega ótrúlegt að því síðan hefur maður kynnt svo mikið af fólki í gegnum allt þetta, fara á námskeiðum allan heim og næstu allir sem eru á svona svipuðum stað og við, hvort sem þeir séu frá Ástralíu, Bandaríkjunum, Suður-Ameríku, Afríku eða Íslandi, svona conventional æfingar, svona hefðbundnar æfingar voru ekki að virka. Flestir meiddust, slösuðu sig, þær virkuðu ekki og þá þarf að laga það. Já, verkjalyf og hvíld. Já, verkjalyf og hvíld gerði ekki neitt, kæla og allt það virkaði ekki og þá bara þurfti einhvern veginn að byrja að hreyfa sig aftur og þeirra ferðalagi gegnum það kom þeim á rosalega svipaðan stað og í raun, og já, það er kannski hvað ég segi frá mér. Já, endilega. Það í raun, dálítið svipuð saga og Einar, ég byrja í fótbolta 4 ára og æfði með Breiðablik bara alla daga vikunar og ef ég var ekki á æfingu þá fór ég út að leika á kvöldin og fór í raun hvort sem ég var á æfingu eða ekki alltaf út á bara stanslaust í fótbolta, bjó í Smáranum hliðin á fótboltavelli, svo bara fótbolti 14 ára, búin að æfa smá upp fyrir mig, var í 4. flokki, búin að æfa með 3. flokki, komið mikið álag eftir veturinn í 4. flokki slíti á með náran, vinstra megin og ég var alltaf pælt í þessu svona eftir á að því mér fannst alltaf svo skrítið að ég var að gera fyrirgjöf með hægri fæti á hægri kantinum og ég sleit vinstri náran. Ég sleit ekki náran í sparkfætinum og ég var alltaf bara 14 ára á tímarum og ég pælti ekki í þessu, það var bara nokkri aðri í flokknum búin að meiðast og bara maður fyrir bara til sjúkraþjálfara bara mitt í Hamraborginni frá hann og það er einhver gæði sem nuttar að þig og teira þess á manni og eitthvað og setur manni í eitthvað svona einhvern svona rammagsströym eitthvað á náran og síðan segir mann að fara heim og ég fór í held ég 30 þannig tíma vorið þarna þegar ég er 14 ára þannig að fermingar vorið held ég og bara jú, ég var hann góður fyrir sumarið, fann hann hlaupa aftur og held áfram og tek sumarið með trombi og þjálfarinn var, ég veit ekki hvort maður segja góður eða eitthvað annar sem ég ætla ekki að nefna við mig, hann leiði mér að æfa með bæði A-liðinu og B-liðinu af því ég var ekki alveg komin nóg gott stand til þess að vera með A-liðinu áfram eins og ég hafði verið en ég þurfti samt að fá, svo ég gæti ekki bara setja það á bekknum af því ég þurfti að fá að æfa svo ég fekk að æfa með B-liðinu líka, fekk að spila þar inn á sem að þýtti bara aftur veturinn þá sleiti bara hægri í staðinn. Já. Og síðan bara til þess að gera ennþá lengur sögu stutt og bara síðan 3. árið í röð náði að slíta báða. Svo bara 3 árum, eða 2 árum í raun, var ég búinn að slíta báða nárana 2 sinnum. Þá var ég komin í annan flokk held ég og í raun bara gefst upp. Ég segi bara, ég er 16 að vera 17 ára,
ég er búin að slíta báða nárana með tvisvar, þú veist, ég hættur að geta hlaupið á þess að vera í einhverjum nárabuxum og þú veist, hita upp í hálftíma áður en ég bara fara að skokka rólega, þetta bara komið gott, best bara að hætta, ég byrjar í MH, farin að fá áhuga á starffræði, eðlisfræði og eitthvað og ég bara hætti. Eins og sem gerist á 16 ára aldri, maður fær bara brennandi áhuga á stjarneðlisfræði og ég sem sagt, þú veist, bara tek það beint inn á mig og næstu 10 árin basically fer bara í eðlisfræðinám, klára MH, fer beint í HÍ, BS-gráðu, fer sem til Stockholm, svo það í 2 ári mastersgráðu í kennilegri eðlisfræði, sem sem Theoretical Physics og enda síðan í doktorsnámi í Portugal. Þannig að 26, 27 ára, þannig að 10-11 árum eftir að þetta allt og hafði ekki hreyft mig neitt. Já, þú fer bara úr fótboltanum yfir í bara kyrsetu. Ég bara kyrsetu og bara það sem ég gerði á svona til að læra eðlisfræði var bara að spila tölvuleiki. Það var bara 8 tímar á dag á skóla og síðan bara 8 tímar á tölvuleikaspilun eftir það í 10-12 ár, sko. Bara, þú veist, bara geggju ákvörðun. Getur það gátt ekki eitthvað svona, viltu ekki hætta að spila tölvuleiki, getur alltaf mikið eitthvað? Nei, en ég er að taka doktorsgráðan í eðlisfræði líka. Og það er það sem ég sagði alltaf. Þú veist, ef foreldrar mínir eða vinir mínir og eitthvað svona, þú veist, er ekki aðeins mikið í tölunni, bara hérna einhvern spjaldið. Já, það var alltaf góð með það. Bara, þú veist, hérna bara mastersgráðan mín í kennilegri eðlisfræði upp á A. Plus, þú veist, það er ekki hægt að rífast, eða þú veist, auðvitað átt að rífast við mig. En þú veist, ég skilar, ég var bara fullkomlega hrókafullur, bara eru þið með mastersgráðu eðlisfræði það virkar ekkert, sko. En síðan þegar ég byrjaði í doktorsgráðunni, þá svona er ég farin að finna til, bara þú veist, bakið farið að kvarta, ég náttúrulega, þú veist, gæti ekki hreyft með hendurnar á mér, bara neitt, þú veist, ég hafði svona þú veist, ég var náttúrulega út í Portugal og það er náttúrulega áhugavert, sko, að tengja eðlisfræðina aðeins inn í þetta. Það er rosalega mikið eðlisfræðingum sem hlaupa mikið. Já. Til dæmis bara leiðbeinandi minn í sko bæði Svíþjóð og leiðbeinandi minn í Portugal eru báðir hafa hlaupið mörg maraþon. Hver er þetta tengingin sé? Ég veit það ekki. Ég bara, þú veist, þetta snýst eitthvað að því þetta eru allir svona joggarar. Það er enginn aðeins einhverjum sprett, sko. Ég hef heyrt þetta svo rosalega mikið, þú veist, í eins og Caltech og þannig. Þar eru, þú veist, þeir fara í staðinn fyrir hádegismat, þá fara og taka eitt maraþon. Já. Bara, þú veist, frá 11 til 2 eða 3, fara bara á joggið og jogga bara eitt maraþon og bara að spjalla á meðan. Bara svona henda, kasta, þú veist, hugmyndum fram og tilbaka með eðlisfræði og spjalla og eitthvað. Já. Og svo ætli það sé ekki pælingin, ætli það sé einhvern svona, þú veist, hreyfi hugleiðslu brainstorm session á milli 2-3 gæja á meðan þeir eru að skokka bara. Hreinsa hugan af því að þú getur rétt ímyndar og þú situr í kannski 12-13 klukkutíma á dag, bara starffræði, eðlisfræði, hugsa, fínt að geta hreinsa þess hugan. Já, einmitt. Komunum í eitthvað svona annað ástand. Eitthvað þannig. Svo ég svona fer að hugsa, ætti ég ekki kannski að fara að hreyfa með eitthvað. Og síðan svona gerist eitthvað í persónulega lífinu þess að maður svona sparkaði rassinn á mér og keyrði mig inn í þetta. Og ég ákveða bara, ég ætla bara út að hlaupa. Í 100% bjartsýni. Bara, þú veist, ég bara fór út, Portugal er heitt úti, ég þarf enga nárabuxur. Eftir 500 metra gafst ég upp, í fyrsta lega var ég bara lafmóður, ég var búin að þyngast 20-30 kíló eftir fótboltaðan, þú veist, ég var farin að slæja 100 kíló og ég bara bæði rúmlega 1,70 sko, svo þú veist, 100 kíló er helvíti mikið fyrir mig. Og nárin farin að kvarta, hnén farin að kvarta og bara allt farið að kvarta, ég fékk í axlurnar við það að hlaupa. Að ég var orðin svo, þú veist, hoki í baki eftir bara nokkur hundru metra að þú veist, bara bakið á mér var bara höndlaði ekki að hlaupa. Og svo ég rölti heim aftur að haltra heim í raun aftur, að því ég var bara algjörum maski, sko. En, þú veist, það var eitthvað sem hafði sparkað svo fallt í rassinum, ég gafst ekki upp, fór bara og googlaði það bara, þú veist, akkur getur 26 ára kallmaður sem var í fótbolta sem barn ekki hlaupið í dag og rekst á einhverja grein þegar 2013, snemma 2013 interneti var ekki alveg orðið svona tróðfullt af, þú veist, bloggpostum og YouTube myndböndum þar sem allir eru sérfræðingar, en ég allan að sem betur fyrir rekst á bara einhvern gæðin sem bara, þetta er tildulega einfalt, og bara, þú veist, í nokkra mánuði þarf þú bara að setjast nýra á gólf okkur með einstu mótni og teygja eins, hérna eru 10 æfingar fyrir það að gera, prófa það bara. Og ég bara, ok, geðvægt, og bara gerði það. Vaknaði bara hálftíma fyrir, hvern einasta morgun reynda ná í tætnar á mér, sat í svona fiðrildi eins og börn gerði einhverju nokkra hluti og bara 2 mánuðum síðar var ég farin að ná í tætnar á mér í fyrsta skipti, þú veist, ég var 5 ára líklegast. Ég var alltaf styrðasti gæðin í fótboltanum sem líklegast þú veist, gerði það verkum að ég mittist þarna, sko. Farin að geta fullt af hlutum sem ég gæti ekki áður og ég bara, herru, best að fara út að prófa að hlaupa og ekkert mál, hljóp nokkra kílómetra. Tilturlega verkjalaus. Ég var í ömurlegu formi, þú veist, hjartað réði ekkert við þetta, en núna gat ég allavega hreyft mig. Og síðan upp úr því, þú veist, þá náttúrulega bara
það var bara eitthvað svona epiphany, bara heilnámi, bara, wow, þetta geggjað. Ég get lært að hreyfa mig upp á nýtt án þess að vera alltaf verkjaður. Og þá allt í einu kviknar aftur á gamla gæjanum sem, þú veist, var stanslust í íþróttum sem barn. Þú veist, ég var kosin íþróttaálfur grunnskóla míns í 8., 9. og 10. bekk. Já, píkaði snemma. Bara píkaði snemma, en síðan bara krass. En svo þetta var alltaf undirliggjandi, en bara að því ég gæti ekki hreyft mig, þá varð ég að hætta. Að því ég bara, þú veist, ég var bara til þess að spóla aðeins tilbaka, ég var bara komið með reiði vandamál 16 ára. Að því ég var bara, þú veist, ég var góður í fótbolta, en ég gæti ekki nýtt það að því ég var með svo illt í náranum. Þannig var ég bara orðinn pirraður og þú veist, það var annarkvort bara það að halda áfram í fótbolta og fara til sálfræðings út af reiðivandamálum eða bara hætta. Eftir það fer ég með dálítið bara svona eins og Einar, bara googla stanslaust, kaupa einhverja fyrirlestur á netinu, námskeið, prófa hluti, verið einhverjum svona online coaching, svona fjárþjálfun hjá mismunandi fólk allan heim. Hvað hýtti þetta þá? Voru þeir svona lenda á leitaniðurstöðum eins og movement improvement eða? Sko, við í raun að sameiginlega sem kannski tengjur okkur síðan á lokum hann Ido Portal, þess movement culture gæinn. Ég alltaf Einar fór á námskeið hjá honum, 2000 ég maður ekki 14, 15, eitthvað svona. Já, sko ég kem á námskeið Einar 2015 en þá varst þú búin að fara á námskeið svo ætla að hafa ekki verið snemma 2015 eða 2014 eða eitthvað. Já. Og svona áður en ég fara á námskeið Einar og áður en ég veitur hver Einar þá ég alltaf að sjá einhvern Íslending posta á Facebook-hópnum hjá Ido Portal. Eitthvað að vera eitthvað að teygja og gera einhverja hreyfingar og ég eitthvað, hei, hann bara gerði þetta hérna niður í Elliðaárdal í bootcamp, bara sveðinu, ég var einu svona æfa þar. Og þá ég bara í Portugal í doktorsnámi, sko. Já, ok. Og fer svona aðeins að spæja, þú veist, bara, hei, já, hvað ætli þessi Einar Karl að gera? Því ég bara heima á mér sjálfur, bara, þú veist, að gera upp einhver arbeigur og reyna að fara í split og spíkat og gera það sem hann að gera, nema bara í sikkura lagi. Síðan sé einhvern veginn auglýsingu frá honum, skráði mig bara og mæti til hans. Og þá svona, og þá í raun fyrsta skipti, þú veist, hittumstuði, sko. Einmitt. Og þú varst ekki bara sáttu við það að vera bara nemandi, þið langaði að, þú veist, já, sko, og ég bara svona eins og forréttnast út að þú varst að koma með doktorskráðu í eðlisfræði. Á þeim tíma var ég bara ennþá fullu, bara doktorskráðu, ég var bara, þú veist, ég var að byrta 3. og 4. vísindagreinina mína og ég var bara iðkandi. Ég var bara að þessu, að því mér hafði liðið illa í líkamanum og mér langaði ekki að liða lengur illa í líkamanum. Og ég bara hreyði mig á fullu og ég fann það bara allan á þeim tímapunkti, því meira sem ég hreyði mig, því betur leið mér. Sem alltaf augljóslega ekki rétt fyrir alla og alltaf, en á þeim tímapunkti virtist ég geta hreyft mig bara, þú veist, 3-4 á dag og mér leið bara alltaf betur og betur og betur og ég fann það að leiði hætt að hreyfa mig, þá fór ég aftur að ekki endilega að líða illa, en, þú veist, ég fann að þetta hjálpaði mér rosalega mikið, sko. En það sem þið að gera, finnst ykkur þetta vera meira svona, hvað segir maður, fyrirbyggjandi hreyfingar eða æfingar, frekar heldur en eitthvað sem maður iðkar eða hefur gaman af? Fólk að leita til ykkar með vandamál? Bara bæði. En náttúrulega, þú veist, við erum með fólk sem gerir þyngdar dauðar muscle upp í hringjum sem væri þá ekki fyrirbyggjandi æfing. Nei. Heldur klálega bara pjúra strength performance og þess að 5 leika æfingar eins og plans og frontlívers og allt þetta dót, sko. Standa á höndum, færi split og spíkat en náttúrulega einhvers staðar byrja maður, þannig að þetta er mjög einfalt að útskýra hlutina, þannig að þetta er fyrir það til dæmis að standa uppréttur þarftu x mikinn liðleika, ef það er hægt að kalla það þannig, x mikinn hreyfanleika. Ef þú hefur hann ekki, þá færðu verkið þegar þú stendur uppréttur. Hvað þetta gengur. Síðan er náttúrulega bara í hvaða íþrótt ertu, hvaða hreyfingar eru það sem þú þarfnast til þess að verða verkjalaus, til dæmis. Þannig að hlaupari, til dæmis mjög gott fyrir hlaupara að komast þokkalega langt niður í split, af því að það opnar fyrir opna og loka mjöðminni, hreyfingunni sem við notum þegar við hlaupum. Ef ég hef ekki getur náttúrulega opna og loka með mjöðminni, þá get ég ekki hlaupið. Fattar þú hvert erum að fara með það? Þannig að fer svolítið eftir bara hvaða íþrótt ert í, hvað vantar þig til þess að verða verkilega svo góður. Þá getum við farið að hugsa um þetta sem einhvers konar fyrirbyggjandi. Eða í rauninni hjá mörgum performance aukandi. Við erum með mjög marga sem hafa verið til dæmis hlauparar eða crossfit eða hvað sem koma til okkar og við getum greint hreyfiferlana tvíka á til þannig að þeir fara að performa betur. Þannig að mjög margir til dæmis hlauparar, tökum þá sem dæmi, reyna að fara bara út að hlaupa meira til þess að vera betri í að hlaupa. Vesinni er að hlaupa hreyfiferlin þeirra er handónýtur og þess vegna eru þið alltaf í handónýtur hreyfiferli að reyna að bæta sig sem þýðir það í rauninni fyrir taugakerfið að við styrkjum vonda hreyfiferlið sem þýðir það að ég mun fá bólgur, fá verki meiðast og ég mun aldrei ná
full potential í hlaupinu mínu, einfallega því að ég að nota hreyfiferil sem að bara einfallega ekki ætlaður til þess að hlaupa. Og maður ekkert var það að finna sko. Nákvæmlega af því að þetta sterkasti hreyfiferil. Líkamannum sama, líkaminn veit ekki hvað einn hreyfiferil gerir eða ekki. Já. Hann bara, þú segir honum bara að leysa verkefni, taktu skref áfram, hluftu frá A til B, hann gerir það bara. Hann velur sterkasta hreyfiferilin í boði. Hann í raun ekki, við erum með meðvitund, en líkaminn sjálfur, hreyfingarnar eru ekki með meðvitund. Þær hreyfa sig bara, eins og Einar segir, líkaminn velur auðveldustu leiðina í dag til þess að framkvæma hreyfinguna. Já. Svo ef að auðveldasta leiðin til þess að framkvæma hreyfinguna í dag slæm eftir 5 ára því þá ertu komið með bakverk, þá bara velur líkaminn það. Það bara allt í lagi fyrir líkamann, honum sama að því það auðveldar í dag. Og sterkasta leiðin í dag mögulega að nota veikustu vöðvana meða við hvaða vopnabúrið sterkt. Já. Ef það væri funksjónal. Já, nákvæmlega. Ef það myndi virka, ég vil ekki endilega segja rétt, að því síðan það svo fyndið, að því fólk heldur að þegar við tölum svona, við séum í raun að segja að fólk alltaf að hreyfa sig rétt, þau alltaf að vera með beint bak, alltaf að vera svona, alltaf að vera hinsegin. Jú, ef það vandamál til staðar, þá viltu kannski passa þig á vissum hreyfingum að því það geta pirrað þig. Í einhvern tíma. Í einhvern smá tíma á meðan þú lagar það. En því fólk horfur ofta á okkur og við erum ekki alltaf endilega beinir í baki. Það alltaf lægi að sitja svona. Bakið á mér má alveg sveigjast svona. Já. En það bara því ég get það. Ég ræð við það. Ég get síðan sveikta í hináttin og fara með tilbaka og í allar áttir. Svo við viljum geta hreyft okkur á fjölbreyttan hátt, en ekki áður en við getum hreyft okkur á einfaldan hátt. Og það það sem við sjáum. Og sérstaklega þegar fólk kemur inn til okkar og það hugsa, já ok, ég strax bara að rúlla mér í gólfinu og fara hérna skrítumst hnepiðina. Nei. Þú verður að geta gert grunninn fyrst, sem þá góð hnepi, eða rétt hnepi, um orðaða þannig, áður nú ferð að gera einhverja skrítna hluti. Einmitt. Fólk sem að koma til ykkar, eins og þetta er svona fólk úr öllum áttum, hlauparar, crossfitarar, en ég býst vantilega við því að þessi líka fá til ykkar bara fólk sem í skrifstofinu og bara langar kannski svona aðeins að þreifa fyrir sér í bara líkamlegri getu. Hefur ekki náð að festa sinni eins þar annars þar, hafa prófað aðra hluti og finnst það einhvern veginn annarkvort leiðilegt eða einhæft eða bara finnst það ekki henta þeim, finnst stemningin ekki henta eða hvað sem mikið af fólki sem hefur komið þannig til okkar. Eða versnar í líkamann. Eða bara versnar í líkamannum, fer annað versnar í líkamannum og heyrir að við höfum getað hjálpað öðrum sko. Sjáðu einhver mynstur? Hvað er svona að hrjá fólk aðalega? Allt. Í raun allt, en náttúrulega fólk situr mikið, fólk mikið með hendurnar fyrir framan sig í tölvunni, svo ef við hugsaum það, sitjandi staða sem hendurnar fyrir framan þig, fólk tengir það oftast við tölvunotkun, sem alltaf fyndið og núna að ég sagði þetta með tölvuleikjaspilin áðan, þá veit ég að þekki það sko, en þetta náttúrulega tengist öllu, ég meina versta öxl sem við höfum fengið til okkar var ekki versta öxl sem við höfum fengið, og Einar veit nákvæmlega hvað að tala leiði ég segja það var atvinnubílstjóri. Það var ekki, atvinnumæður í tölvuleikjaspilin eða forritari eða eitthvað þannig. Nei. Það var atvinnubílstjóri. Ég hugsa það að sama staða. Hann situr, hendurnar fyrir framann, axlirnar vera framstæðar og einhæf hreyfing. Það síðan það sem fólk fyrir að hugsa, en ef ég bara sit rétt, skiptir bara einhver máli ef þú situr samt í 16 klukkutíma á dag. Þá verður bara sú hreyfing léleg og leiðileg. Einmitt. Svo það aldrei, fjölbreytnin er það sem við viljum leita frekar. Og síðan kannski vandamáli svolítið það, út af ef við tökum bara, segjum að bara helsta vandamáli sé kyrrseta og mikilseta og þá væntanlega stífa mjaðmir og einmitt hendur fyrir framann, að fólk síðan fari standa upp og ákveði að æfa fyrir marathon eða ákveði að taka hnépur meðan það getur ekki staðið í 20 mínútur. Velur sér erfiðleikastig sem langt fram úr því sem að líkaminn ræður við. Og þar byrja verkir að myndast. Já. Og þeir koma svolítið setna, er það ekki líka svolítið út af... Jú, náttúrulega líkaminn hannar til þess að lifa af og þú getur ekki alltaf verið bara með verki og þú byrja í helli eitthvað staðar. Þá myndir þú náttúrulega ekki lifa lengi og þú getur ekki náður í vatn og mat og eitthvað. Þannig að líkaminn rauninni buffar þetta í daldinn tíma, þanga til að við erum komin bara með þess að fólk kallar krónískar bólgur eða eitthvað álíka. En það er ekki krónísk bólga. Bólgan að sjálfsögðu krónísk út af því að hreyfiferillinn er krónískur í slæma átt. Þú ert alltaf að nota og styrkja vonda hreyfiferillið sem býr til bólguna. Þess vegna virkar ekki að taka íbúfen og hvíla. Jú, bólgan minnkar. En það er ekki orsökin. Af því að þú spyrir af hverju nú oft þá fattar þú, ég er að hreyfa mig á einhvern fáránlegan hátt af því ég er búin að sitja í 16 klukkutíma í 10 ár. Nú hef ég ekki líkamlega getu til þess að hlaupa og þess vegna fæ ég illt í hnéð, ekki að því að kemur bólga í hnéð
Því líka hann býr ekki til bólgu eitthvað staðar bara af því bara, það gott flip hann býr til bólgu því það eitthvað sem að vinna vitlaust, það virkar ekki rétt hreyfi kerfið í líkamannum fyrir æfinguna sem ég að gera. Og rætt að endursetja þetta? Já. Það er kannski fínt bara að taka dæmi eins og með hlaupin, þú veist, þannig sem við sjáum að gerist og við höfum oft fengið fólk sem búið að fara í gegnum í raun sko, þú veist, þetta aftur að því við lærum þetta flest í gegnum neti þá náttúrulega oft eru að sletta alltaf svo það sem við kallum er að fólk fyrir gegnum mörg compensation pattern. Já, við bara slettum. en svo dæmi er að við fáum inn hlaupara eða mannesku sem hefur annarkvort verið að hlaupa lengi eða nýbyrjuð að hlaupa og það sem við segir, já, þú veist, mér illt í bakinu og þá er það fyrst, ok, þeir illt í bakinu en við horfum að mjöðmyndaræðum og það sem við sjáum er að þau eiga erfitt með að færa mjöðmyna eða fótlegginn, í raun, lærlegginn aftur fyrir mjöðmyna án þess að kúpla með mjóbakinu og þau eiga líka erfitt með að færa hnýð fram fyrir mjöðmyna án þess að kúpla með mjóbakinu. Svo það sem við sjáum er bara að mjöðmynaðum hefur ekki hreyfigetuna til þess að færa fótlegginn fram og aftur sem er bara rosalega flókin leið til þess að lýsa því hvernig þú gengur og hleypur. Þannig að bara check í boxið, þú hefur ekki hreyfigetu til þess að hlaupa. En þau hlaupa samt, þau voru að segja við okkur að þau hlaupa x marga kilometra á dag eða viku eða mánuð eða whatever. Svo þau eru augljóslega að hlaupa, en það þýðir bara að þau eru að nota eitthvað annað. Þar er leiðandi compensation pattern. Og það fyrsta sem gerist oftast, alls ekki alltaf, en lang oftast allan okkar reynslu, er að fólk fyrir að hlaupa gegnum mjóbakið. Blæðir hreyfingunni úr mjöðmina því mjöðminn getur bókstaflega ekki gert þessa hreyfingu þá færist hreyfingin upp í til þess mjóbakið og þá er mjóbakið allt í hennu farið að fettast og brettast og snúast í staðinn fyrir mjöðmina þannig að verkurinn kemur ekkert endilega strax verkurinn kemur þegar mjóbakið segir heyrðu, nú er þú búin að hlaupa í 1 mánuð, 2 mánuði, 6 mánuði, ár, 3 ár, 10 ár, 20 ár jafnvel, þá loksins gefst það upp það fer bara eftir því hversu sterkt compensation patternið þitt er. Ef að mjóbakið er ógeðslega sterkt, þá endustu lengur að þjósnast á því. En síðan að lokum gefst það upp að því mjóbakið var ekki hannað, eða það þróaðist ekki til þess að hlaupa, við viljum orða það þannig, það þróaðist til þess að halda okkur uppréttum og fettast og brettast. Það var ekki hannað að Guði. Það þróaðist í gegnum mörg 100.000 ára til þess að, þú veist, að við séum upprétt og til þess að við getum hlaupið, ekki bara, en þú veist, meðal annars. Og hvað gerist þá? Annarkvort færðu brjósklós eða útbungun og líkaminn segir bara hingað ekki lengra, stopp, við viljum ekki fara lengra, hættu að hlaupa, eða að líkaminn finnur bara nýtt compensation pattern. Þá að kannski fara að slá hnjánum saman í staðinn. Þú fer alltaf inn að vera innskefur. Hei, það er léttra á bakinn á mér. En nú er þetta bara að hlaupa innskefur. Ok, líða aðrir nokkri mánuðir, 6 mánuðir, 1 ár, 2 ár, 3 ár og þá er hnýð alltaf inn að fara að kvarta. Hvað gerist það? Ég skipti bara aftur í bakið. Ég skipti bara eins og í axlirnar eða ökklan svo bara líkaminn leitar bara leiðum til þess að leysa vandamálið sem þú setur fyrir framann sem í þessu tilfelli er að hlaupa. Og þetta er bara, þú veist, og myndlingin sem ég veist oftast gaman að segja, þetta er bara eins og fótboltalið. Þú veist, þú ert að spila, markmaðurinn meiddist. Kemur nýr markmaður inn á. Hann er ekki alveg góður og aðalmarkmaðurinn, en hann er samt alveg ágætur. Hann meiddist líka. Hvað gerum við núna? Hei Jói, þú ert góður í marki, hann er ekki að fara í mark. Jú. Núna er Jói sem er miðjumaður komin í mark. Hvað endist það lengi? Jú, það endist í síðustu 5 mínútur, er það ekki? En það er framlengt. Hálftími í viðbót og Jói er í markinu. Nei, Jói meiðist. Núna það er Gulli á hægri kantinum að fara í marki. Hann kann ekki neitt á marki, en hann er bara eini sem hefur einhvern tímann verið í marki. Núna þarf hann að vera í marki. Og við endum í vító. Og þú veist, og svo framvegis. Svo þetta fer alltaf bara þannig að við erum alltaf farin að nota líkamsparta. Þeir geta alveg uppfyllt þessu. Þú veist, og það er svo geggjað við líkamann er að hann í einhver tíma, hann getur brugðist við öllu sem við látum hann gera. Þú getur alveg lyft 300 kílóum með því að fetta og bretta á mjóbakið. En ekki þú alltaf að PR-a í hver einustu viku. Hann gera það kannski úr að lyfta, þú veist, ískápa barninu þínu eða eitthvað annað, þú veist, eða kemur eitthvað hræðilegt fyrir, þá átt að geta kikkað inn í allan líkamann og nota allt til þess að búa til kraft. En þegar við erum að æfa okkur, þá viljum við náttúrulega alls ekki gera það. Þá viljum við frekar nota sterkust og bestu hreyfiferlana ef þeir eru til staðar. Og það sem fólk klikkar alltaf á, er bara, ég fæ stundum mitt hné þegar ég hleyp, hvað á ég að gera? Alltaf bara hún hlaupa, hlýtur að lagast. Nei, það bara lagast ekki. Það lagast ekki. Því ég breyti engu. Þú breytir engu. Og síðan alltaf konceptið að þú veist, Gulli er komin í markið og tími sem hefði getur eitt í að þjálfa Gulla sem miðjumaður eða whatever, þá var hann í markinu. Þá var í markinu, nákvæmlega. Og síðan fer fólk að, ég fæ alltaf í mjóbakið þegar ég hleyp, hvað á ég að gera? Ég ætla bara eins að
æfa meira mjóbakið í staðan fyrir að laga meðmennar til þess að taka álæðið af mjóbakinu. Því mjóbakið ekki vandamáli endur. Og síðan leitast fólk við að nutta þetta niður, reyna einhvern veginn að losa spennu. Minnka bólgunnar, að því þá getur það að fara út að hlaupa aftur. Einmitt. En bara einu sinni, að því síðan þarf aftur að fyrir nutt. En þá konseptið að styrkja þá frekar veikurhliðina eða lengja eða áreita bara allt. Bæta hreyfiferilin sem þú átt að nota til þess að hlaupa, til þess að þú getur notað til að hlaupa. Af því að ef þið hugsið þetta er mjög magnað, og gaman að taka crossfit líkinguna á þetta. Það er allir að foamrolla sig. Foamroll breytir engu gagnvart taugakerfinu hvernig þú framkvæmir hreyfingar. Að því leður lótar á stöngina þá fer taugakerfið í sömu hreyfinguna. Og þú ert alltaf að stífna upp við þær hreyfingar, segir okkur það að þú ert ekki að gera það rétt. Og foamroll er ekki að fara að breyta því. Foamroll er hins vegar tími sem þú getur notað í að laga hreyfiferlana þína og verða síðan betri í hreyfingunni. En það skiptir einhver máli hvað þú ert að hlaupa, detta, gera ólpiskar, hvað sem er, annarkort hefur líkamlega getu til þess að gera hreyfinguna eða ekki. Foamroll er ekki að fara að breyta því og að gera æfinguna sjálfa er ekki að fara að breyta því í langfæstum tilvikum. Yfirleitt þarf eitthvað svona additional, eitthvað vinnu til þess að fá hreyfiferlan til að virka rétt og geta þá farið að nota á og taka æfinguna, og þú ert búin að taka æfinguna þína, þá á sársauki ekki að fylgja sem tilfinning eftir æfinguna þína. Þá segir okkur það bara, það er allt í steik hérna. Ég var að gera eitthvað algjört rugl. Við erum að finna einhverja leiði núna til þess að laga þetta. Það er rosa gott að foamrolla, maður líður rosalega vel og það léttir í öllu, en þú bættir ekki hreyfi getuna þína í taugakerfinu. Sem segir okkur það að þú ert bara að taka status quo á þetta. Fram og tilbaka. Rúlla, lifta, stífna upp frá verki. Rúlla, lifta, stífna upp frá verki. Og þetta er ekki cycle sem við viljum hafa vinni, af því að náttúrulega bara það sem að drepur power output til dæmis mjög hratt er sársauki. Þið er illt í bakinu og ætlar að detta í dag. Nei, ég vil ekki gera neitt í dag af því mér er illt í bakinu. Taugakerfið bara dempar kraft outputið í vöðvan. Tekur ekki bara 100 í 90, tekur 100 í 0 eða þú veist 5%, 10%. Svo þá getur þið gæft. Hversu líka augljós skilaboð frá líkamannum? Nákvæmlega. Sársauki. Ég þarf að rúlla, ég þarf að taka íbúfen. Þetta er merkjum íbúfen skárt í líkamann. Bara sársaukan svo getur lift einu sinni viðbúð. Við veit það ekki. En síðan er þetta náttúrulega sko, og ég veit að þið væntanlega sýnið því líka virðingu að þú veist, þegar maður er komin á svona eitthvað atvinnulevel eða competitive, þú veist, það er komin keppni í þetta og allt svona, þá fer fólk örugglega yfir mörkin skilyrðislaust, býst ég við. Já, algjörlega, en það er hægt að vera með prógram sem gerir þau þá þeir kleift að gera það á eins skynsamlegan hátt og hægt er. Já, og náttúrulega lágmarka það. Lágmarka skaða og allt þetta, sko. Að þú getur ímyndað þér, ef að ég er að hlaupa vitlaust, eins og við segjum bara, ef þú lendur á hælinum, þá ertu ekki að hlaupa rétt. Hvað tekur mörg skref í, segjum, 10 kilometra hlaupi? Það er fáralega mörg skref. Það sem þú ert alltaf að lenda á hælinum og búa til þetta högg inn í kerfið. Það sem átt að vera að lenda á táberginu og hlaupa eðlilega þannig. Eins og við tölum með að vera berfættir á. Þannig að þetta er dálítið svona einmitt svona skilningurinn á því hvað þarf ég að geta gert til þess að stunda það sem ég vill og verða verkjalaus versus hvar er ég í dag. Já. Og er þetta, sko, þið það sem ég sé að því sem er að gera, þið eru ekki endilega bara að mæta einhvert og teygja, þetta snýst svolítið líka að þið kunnið örugglega betur að orða þetta en teygja og styrkja í rauninni svona svolítið andstæða vöðva við það sem úr að teygja á, ekki bara vera liður og komast í stöðuna, heldur að vera sterkur í henni og með ákveðna svona hreyfigetu. Já, þetta er raun snýst þú veist, bara að spyrja þessi spurningar, hverju nær fólki ekki tærnar sér, hverju getur fólki ekki hreyft, þú veist, hverju komast ekki allir í spíkat. Flestir, þú veist, ég á 3 börn, 1 og 2 börn, við höfum báðir prófað á börnunum okkar og flestir hafa gert það þegar verið að skipta bleið eða eitthvað, þau bara hey, wow, ég kannast í spíkat. Þau komast í spíkat og ef maður heldur þið áfram að hreyfa meðmyndarna þeim, þá halda þau bara áfram að geta komið til spíkat. Þó svo að þú veist, jú, þau eru fæðast, þau eru beinið meira eins og brjósk og aðeins, þú veist, það er hægt að hreyfa allt aðeins meira, en bara þau tap ekki hreyfigetunu ef þau nota hana. Ástæðan fyrir að við töpum hreyfigetunu til þess að byrja með er að því við hættum að nota þetta allt. Þegar allir voru börn, komust allir í djúpan hnepi. Síðan alltaf hættu við því. Farið til Asíu, farið til Indlands, þar kemst 90 ára gamalt fólk í hnepi. Akkur? Af því þau hættu aldrei að gera hana. Þau eldaði hannig, þau fóru á klósettið hannig, þau, þú veist,
líklegast ef við verum að taka podcast í Indlandi þá værum við bara allir í hnepi á gólfinu og svo framvegis þannig að spurningin er, ok, það er ástæðan fyrir við töpuðum henni, það útskýrir hins vegar ekkert hvernig við finnum hann aftur, hvernig við finnum hreyfigetuna aftur og fyrir suma, og það er eiginlega erfiðasta við þetta, því að sko mismunandi hlutir virka fyrir mismunandi fólk við höfum sem fólk kom inn hjá okkur og við segjum við, þú veist, prófaðu bara fyrir hnepi og eftir mánuð komaðu með betri hnepi en nokkur annar maður í öllu gymminu okkar bara með því að prófa það fyrir hnepiðinu. Svo líka með þeirra að segja bara, heyrðu, þú prófaðir að gera hreyfingu og ég leyfi þér að fara dýpra í hreyfinguna. Það meina annað fólk prófaður okkur einsta degi, 100 sinnum og það breytist ekki neitt. Og það sem við sjáum er raun bara að þetta er mest taugakerfið sem stjórnar þessu. Þú veist, og Einar vill kannski meira að tala um það, ég veit ekki hvort það núna eða eftir eins og með öndunna, ef að fólk er að, þú veist, hyperventileita, anda mikið með munninum, þá er fólk ekki bara réttu ástandi til þess að komast í dýpri hreyfiferla að læra nýja hreyfingur og allt þannig, en eins og það sem ég pæli mest í er þá bara treystir taugakerfið til þess að fara þangað, sem er náttúrulega líka pælingin með öndunina og síðan styrkin sem við pælum í því, og það sem við sjáum er bara að þegar fólk fer í hreyfingu sem það hefur ekki gert lengi, hvort það er djúpnýja, splitt, spíkat, standa á höndum, teygja sig fyrir aftan bak, bara allar mögulega hreyfingar, þú veist, að færa vísifingur, allt sem ekki ímyndað ykkur, á einhverjum tímapunkti kikkar inn eitthvað sem heitir bara teygju viðbrögð, eða stretch reflex. Það er bara líka með að segja við þig, heyrðu, þú hefur ekki farið þangað, svona langt, frekar lengi, ef ekki aðeins að hægja á okkur og byrjar að bremsa. Ok, hvað gerir þú þá? Flestir segja bara, ok, wow, heyrðu, bökkum bara, hættum bara við. Ok, það er ein leið, en það þýðir að þú munt aldrei bæta það neitt. Það þýðir að þú ert alltaf að fara úr slæmustöðinni, sem er ekkert slæm, þetta er bara eðlileg viðbrögð líkamanns til að vernda hann frá því að slasast, en það þýðir ekki að þú séu slæm. Það sem flestir þekkja, til dæmis úr jóga eða bara frá því að teygja, er að þú byrjar að róa þig niður með því að anda djúpt og slaka á, þá kemst þú aðeins dýpra. Svo þú getur bókstaflega, ég ætla ekki einu svona að segja platað líkamann, þú getur bara sannfært líkamann með því að anda rólega að þetta sé ekki hættulegt. Já. Því líkaminn er að senda þau skilaboð, hei, þetta er hættulegt, þú segir, nei, þetta er ekki hættulegt með því að anda rólega, hann hleypið þig dýpra. Það sem við gerum meira af í tímunum, aðalega bara því að það býr til það sem við myndum kalla nothæfan liðlega, því þá getur virkilega að fara að búa til styrk inn í stöðunni, er að sannfæra líkamann frekar með því að búa til styrk þar. Svo sem dæmi þá myndum við fara inn í teygju og mér veist, þú veist, það er hægt að gera þetta fyrir öll liðamót líkamanns, hvort sem það er, þú veist, lærin á þeir, mjöðminn, hryggurinn, hálsinn, fingurnir, þú veist, allt, en það sem við gerum er að við förum bara inn í teygjuna, það sem þetta reflex kickar inn, til dæmis bara með vísifingur, mér finnst alltaf skemmtilegast að þetta er svo rosalega visuált, það sem gerist, er bara, það er hægt að teygja vísifingur. Núna er ég farin að fá teygju á innanverðan vísifingur og svona inn í lóan. Ég kennst ekkert mikið lengra, ég get alveg Einar hjakkast á honum og sársaukareflexin myndi kannski gefa smá eftir en ég myndi bara verða illt. Það sem ég get hins vegar gert núna er að ég get spennt fingurinn á móti, svo ég er að reyna að ýta vísifingri en að hægri handar upp, bara í gegnum hinn, þegar ég spenni vöðvana hérna megin. Í teygri stöðu? Já, í teygri stöðu. Þetta er gott fyrir hlustendur. Það er ekki. Það er málið. Gott útvarp hérna. Sér hann slaka ég á. Og það sem gerist er að fingurinn á mér fer aðeins lengra. Já. Er þetta ekki kallað eitthvað PNF? PNF-teygjur. Já. Af því að það sem gerist er bara að líkaminn segir bara, hei, já, vá, ég var að panika, ég treysti mér ekki til þess að fara lengra. Og þú sagðir, nei, sjáðu, ég er sterkur. Ég ræð við álæðið sem er að fara þannig og þá segir taugakerfið, hei, ég treysti þér. Ok, en þetta er svona smá samtal við taugakerfið. Þetta er bara samtal við taugakerfið. Og klassist er líka náttúrulega eins og að vera í sófategjunni að spenna rassinn þegar þú ert að tegja. En þá ertu farin að spenna hinum megin. Því þá eru þú hugsaðan að það sem ég var að spenna núna er það sem við kalla að spenna lengda vöðvan. Ég er að spenna vöðvan sem í raun myndi, ef við myndum leyfa honum að búa til hreyfingu, þá myndi hann fara út úr tegjunni. Sem þú ert í raun að spenna bremsu vöðvandinn, ef við hugsaðum það þannig. Þetta er vöðvinn sem að bjargar þér frá því að fara dýpra í tegjuna. Það sem þú gerir til þess í sófategjunni, sem er til þess að tegja fram yfir læri og fram yfir mjöðum, þá spennum við ofta rassinn en tilgangur þar er að ýta þér dýpara inn í tegjuna, af því það er önnur leið þá til þess að sannfæra taugakerfum að þú sér sterkur þar, er þá ertu bara bókstaflega að segja við að sjáðu, ég er nógu sterkur til þess að ýta mér inn í dýpri tegju. Þá svarar taugakerfið, vá, þú ert rosalega sterkur og þú treystir þér greina til þess að fara dýpra, gjör það svo vel, þú mátt fara dýpra. Taugakerfið er augljóslega ekki persóna.
Þetta er myndlinging en náttúrulega í grunninn er þetta þú veist, einhver neuro eitthvað, þú veist, það er einhver rosalega mikið af taugabóðum sem er í gangi sem að þú veist og elsfræðingun kika smá í núna þetta var uppgötað sko 1910 eða 12 eða eitthvað, öll þessi reflex það engum í huga að nota þetta fyrir teyjur fyrir 1980 eitthvað fólk var bara, þú veist, það voru bara einhverju læknar inn í einhverju labbi einhverstar með vöðva bara búið að skera vöðva út úr, ég veit ekki hvort það var manneska eða simpansi eða eitthvað hannig og voru bara eitthvað að poti í hann og senda einhver rammaskilaboð til þess eitthvað að herpa og lengja og eitthvað hannig og sáu að ef þau tegðu nógu mikið á honum og þetta reflex kikkaði inn og þá gátu þau eitthvað herpt hann til þess að hann slakaði á og farið dýbra og síðan öfugt eða voru síðan með þú veist vöðvasekur með hinn við svo þessi reflex eru tildulega göf eða þú veist þau hafa auðvitað verið til í mannslíkamannum og öðrum líkamannum í miklu lengur en við höfum vitað þau en við, þú veist, vísindin uppgötuðu fyrir einhver rúmlega 100 árum en það er bara 30-40 ár sem voru notuð í íþróttum og tegjum sko. Og eins og núna með spíkatið ég er svona í mörg ár tekið einhverja skorpur bara svona láta mann síga neyri í spíkatið sko. Spíkatið er náttúrulega þegar fæturnir fara til hliðana en ekki fram áttur og staða sem að margir eru mjög stífur í og það er ég með talinn og síðan er ekki fyrir fyrir þetta til ykkar þar sem að ekki nóg með að maður er að síga niður í stöðuna heldur en maður að lifta löppunum upp sem reynir ótrúlega mikið á hliðarrassvöðana og ég fekk bara svona krampa þannig að spurningin er líka ég þurfti eða bara að fara í fóstustellingu þú ferð í spíkat og þú segir einmitt, ég er ekki nokkuð öðru spíkat bæta mig í spíkat það sem þú hefur verið að gera er það venjulega að fara niður í spíkat og bíða í einhvern x langan tíma hingra í smástund bara þóla sásökan í inn að vera lærunum bara lefa ég að slakna vesinni við það er að þú bjóst ekki til neitt styrk og taugakerfið segir við ætlum ekki að fara neðar það sem við verðum að gera er að búið til styrk og fá leyfi frá taugakerfinu til að komast neðar í spíkatið það er það sem við viljum fá út úr æfingunni og það sem við getum þá verið að gera er eins og æfingin sem þú gerir, lifta fætinum af gólfinu og fá krampan hann í utanverða mjöðmina ótrúlegt en satt og fer niður í seinna settið og kemst aðeins lengra niður í spíkatið síðan erum við með vöðvan hinum einn sem er þá að lengjast sem er þá innanverð lærin þar klemmur gólfið eins fast og getur nú erum við að vinna með bæði reflexin og við erum að búa til kraft í hreyfinguna þannig að vöðvarnir sem að við getum sagt búa til stöðuleika í þessari hreyfingu verða sterkari og sterkari þessum taugakerfið segir þá mér líður vel hérna, þú mátt fara neðar alveg þá til við komast í fullt spíkat og getum haldið okkur upp á stólum eða hvað sem er ekki það að þess þurfi fyrir venjulegt fólk eða fólk sem eru hlauparar eða fleira fólk sem að væri þá sagt, í sirkus eða dansarar, fimmleikar bara af því það er síðan líka spurningin því fólk kemur rosalega oft til okkur og segir býta á maður bara komast í spíkat eða split eða þú veist hefur, og þá bara það, it depends bara það fer rosalega eftir því hver er að spurja mig fyrst það er náttúrulega bara langar að fyrir split og spíkat er það eitthvað sem að þið langar að gera ef að svarið er já, ok en þarftu það virkilega í þeirri iðkun og í þínu daglegu lífi þá þarf náttúrulega augljóslega enginn að komast í spíkat í sínu daglegu lífi svo spurningin snýstur hún bara þú veist, ert að nota þetta í einhverju iðkun þú ert í crossfit, hefur ekkert að gera á spíkat spíkat er ekki nota neinstæðir í crossfit ertu marathonhlaupari þú hefur ekkert, eða rosalega lítið að gera á spíkat þú hefur auðvitað mikið að gera á styrk í mjöðmunum á þér til þess að búti meiri stöðuleika þar en þú hefur ekkert að gera við það að komast í spíkat en einmitt, ertu í sirkus ertu í fimmlengum, ertu í dansi eða hefur bara brennandi áhuga á því að verða líðari af því þið líður betur í líkamann þegar þú verður líðari ok, gera svo, fara í spíkat svo þetta snýst líka það að því fólk sér oft þú veist, að því auglýsingaefni frá okkur þarf að vera dálítið svona það er að vera flott og ná sem flestum og það gerir það náttúrulega með því að sjá tvo fullorðna kallmenn í splitt og spíkat tvo fullorðna kallmenn í splitt á stólum að jökla boltum að gera eitthvað vitlaust en því að við ganduðum með okkar bakbrot og náraslit ættu flestir að komast allavega á 30-40% leðinni sem að við viljum meina að flestir ætti að geta af því það mun bara gera þig kleift að hreyfa þig almennt séð betur þá kemur það sem að þið hljótið að lenda oft í að einhverjur að hlusta á þetta og segja ok, alltaf, þú veist, það er mikilvægt með virkni í rassvöðunum og komast í þessar stöður og vera með styrkleika þar en mitt case er öðruvísi Já, það er nefnilega þessi hugsun sem kemur alltaf inn, sérstaklega fólki í streitu, þetta er alveg magna ég er með bilað bak það er hugsunin ég er með lélegt nýja, ég er með lélegt bak ég bara fættist með lélegt bak
og aftur að því við erum búin að tala þróunarsöguna, lélegt bak hefði aldrei komist úr hellinum eða skiljið hvað ég meina. Það hefði aldrei orðið fjölgun á geninu með lélegt bak. Þetta hefur ekkert með bakið þetta að gera og bakið mitt ágætið sönnun á því með að kíkja á röntgenmyndirnar, en það rosalega tendens á fólk að ég er með ónýtt öxl, ég er með ónýtt bak, ónýtt hné. Við heyrum þetta mjög oft þegar við tökum fólk í sem sagt engatíma og mjög gott að hafa það alveg á hreinu að fólk með stoðgerðisvandamál kemur til okkur í engatíma áður en að það fer í movement tíma því að þar getur verið bara handstöður og þegar þú ert grillar í öxlina ræður enga veginn við það og kemur verri út þó að þessi hreyfiferlar eigi allir að vera æðislegir sem við gerum, þá það bara einfaldlega of mikið fyrir fólk sem þá með stoðgerðisvandamáli að bólgur að verka í öxlunum að því það hreyfir sig vitlaust, það mun hreyfa sig vitlaust í okkur alveg eins og í vörglas eða í crossfit eða hvar sem Þannig að við þurfum að fara yfir stöðuna og laga hluti áður en við byrjum að fara alla leiðina inn í þetta eins og köllum og þá engatími klálega málið. Og þá í rauninni svo magnað þegar við byrjum að finna veikleikana hjá fólki og setja æfingar sem að við teljum bara bestu leiðina til að laga vesenið að fólk finnur yfirleitt instant létti í fyrsta tímanum. Við erum að sjá fólk sem 15-20 cm frá því að vera í frambeig og snert á sér tærnar í fyrsta tímanum. Einfaldlega því við erum ekki að lengja vöðvana, við erum bara að létta á þessari spennu sem grunnkerfið að svara og taugakerfið hleypið þeim þá niður í að snerta tærnar. Því fylgir gríðarlegu léttir og allt inn byrja fólk þá að trúa því einmitt, heyrðu, bara þetta ekki baki kannski, mér líður rosa vel að rosa léttir hérna og hver getur við þá farið með þetta ef ég fæ síðan prógram sem ég síðan duglegur að vinna eftir í 3-4 vikur. Svo kemur bara næsta og hvert viljið þið fara með þetta því að við erum með venjulegt fólk og við erum með allt upp í styrta þjálfun fyrir landsliðsfólk í 5 leikum. Þannig að þetta byggir allt á sömu hlutunum. Sumir hafa bara einfaldlega ekki getu til að greiða sér á hárið, að sápa á sér hárið í einni umferð í sturtunni. Aðrir eru þá að reyna setja heimsmet í handstöðugöngu eða eitthvað, skiljið. Þetta eru sömu hlutir sem að vinna hana. Hefur liðleika hefur styrk til að svara álæginu sem þá daglegt líf pluss æfingarna þinnar ef þú ert að æfa eitthvað. Rosa einfalt. Og ef þú ert ekki með það þá bara greinum við hvað þarf að laga, setjum prógram, lögum það og allt í einu getur gert hluti sem óraði ekki fyrir að þú gæti gert. Eins og til dæmis spíkat á stólum eða staði í handstöðu sem einmitt svo magnað því þú veist síðan að því þú veist að spyrja hvaðan koma kunnarnir okkar og rosalega stór partur á kunnunum okkar nákvæmlega fólk sem kemur inn með bakvandamál fyrir mörgum árum rosalega gott dæmi, við erum með 35 ára lögfræðingur í Arion-banka kemur í engatíma til Einars fyrir áður en að ég kynnist Einari bara fyrir 5-6 árum kemur í engatíma, fær nokkra teygjur byrjarlega betur og þarna fyrstu sem byrjar að æfa í momentímanum og bara búin að mæta 2-3 í viku núna undanfarin ár 5 sinnum í viku að hann grjótharður að mæta en bara fyrstu árin bara 2-3 í viku og allt í einu fór hann frá því að vera bara með útbungunni í mjóbaki held ég bara þú veist náðu ekki tærnar sér allt í rugli hann getur ekki spíkat og splitt á bara hann ekki á stólum, hann á kubbum á jókakubbum, bara svífandi í loftinu í spíkat og splitt og það ekki að því hann notar það í lögfræðingastarfinu sem í Arion-banka það bara því hún finnst það gaman og hann líður svo miklu betri líkamannum að hann bara, þú veist, hann hinn fullkomni nefandi ef orðaða þannig, hann bara treystur okkur bara, hann gerir bara það sem hann segi að við segjum honum að gera og hann bara eldir það og þá náttúrulega en augljóslega þá eykst líka álagið þegar hann kemur inn þá var of mikið álag fyrir hann að vera í vinnunni af því hann fekk illt í baki við það að vera í vinnunni þá var of mikið álag að leika við börnin sínu þegar þú ert í göngutúr af því hann fekk verki við það í dag væri hins vegar líklegast of mikið álag fyrir hann að gera eitthvað miklu erfiðara hvort sem það væri að hlaupa marathon eða lyfta 300 kílóum eða hvað sem en spurningin bara alltaf hvaða álag manneskjan að setja á líkamann á sér og líkaminn í stakk búinn að taka við því álagi og svo já, geðveikt, gjörðu svo vel Hvernig metur maður þetta? Sársauki gríðarlega gott mælitæki Sársauki segir hann til að fyrst en bara, þú veist, það hægt að hugsa fullt af hlutum við erum búin að tala mikið hnébiðina þú ætlar að gera hnébi, hvaða liðamót taka þátt í hnébi? Langum flest liðamót líkamanns en bara ef við byrjum neðst, þá það ökklin, augljóslega hefur ökklin getuna til þess að færa sköflungina þeir og hnéða þeir fram fyrir ökklan ef ekki þá dettur upp á rassinn, leðu fyrir niður hvað gerir fólk oftast þegar hefur ekki ökklilega fer bara í skó með uppbækuðum hæl þá þarftu ekki liðleika í ökklan heldur að það muni þá bæta ökkliðleika þinn? Nei,
Svo að fyrsta sem við myndum gera þá væri að gera ökklaæfingar til að laga það. Ok, getur hnéð á þeir lokast? Ef að hnéður getur ekki lokast meira en 45 gráður eða þú veist, hællin að þeir kensast ekki rassinum að þeir, þá ertu aldrei að fara í djúpan hnipi. Af því bara hnéður getur það ekki. Ok, þá þarf að vinna því. Næsta, getur mjöðmunnaður lokast? Kemur úr lærunum á þeir, að bringunni á þeir? Ef að svaraði nei, ok, þá þarf að laga það. Getur þú rétt úr bakinu á meðan þú ert að gera það? Ef að svaraði nei, þá þarf að laga það og svo framvegis. Svo að það og þú veist, hnébein duldlega flókin af því allur neðri líkaminn tekur þátt og meiri þess að hryggurinn og sérstaklega áttar sem að fara að taka overheadskot eða eitthvað þá þarf axlina meiri þess að vera með. Já. Hlaup strax tildulega einfaldari. Hvað gerist á meðan þú hleypur? Annar fóturinn fyrir fram fyrir líkamann og hinn fóturinn fyrir aftur fyrir líkamann. Jújú, hryggurinn tekur þátt eftir það en ef þú hefur ekki getuna til þess að færa annan líkamann framfyrir og hinn annan fótinn framfyrir og hinn fótinn aftur fyrir þá getur ekki hlaupið. Já. Þá ferði alltaf yfir þessi compensation pattern sem við erum búin að tala og þá þarf bara að laga það. Og þið eru vættalega segir í því að sjá þetta þegar þú varst að tala að fólk var að labba ganginn og svona að sjá. Já, bara svona skemmtilega saga þegar ég og Einar vorum búin að þekkast í svona ár þegar við fórum til Holland. Góð saga. Þá fórum við við höfum alltaf farið sjálfir á einhver svona workshop og eitthvað svona þannig og við fórum síðan loksins saman á eitt þannig, hann að haustu 2017, rétt á hann og byrjum að smíða inn í Faxavíðinni, eða ekki, já. Og við sitjum á Schiphol hérna flugvöllunum í Amsterdam og við erum að bíða eftir 2 félögum okkar sem eru á leiðinni held ég frá Írlandi eða eitthvað þannig að Berlín í maður ekki og eru á leiðinni og við erum að sitja bara á annarkvort flugvöllunum með lestastöðinni held ég í klukkutíma að bíða eftir þeim og Einar er svona nýbyrjaður að kenna mér svona hans leið til þess að gera þetta allt sko því eins og ég segi, ég var bara iðkandi á þessum tíma ég var ekkert búin að kenna mikið ég var rétt byrjaður að kenna alltaf í movement tíma á þessum tímapunkti en ég var ekki til dæmis byrjaður að taka enga tíma og við setjumst bara á bekk inn á þetta var lestastöðin í Amsterdam held ég og við sátum bara á bekknum og horfðum á fólk og Einar sagði, sérðu gæðan í bláu skyrtunni? Já, hvað er að honum? Og þá þurfti ég bara að horfa, ok, byrju, heyrðu. Já, hann er stífari hægri með minni. Þú sér það bara. Sér það bara hvernig fólk stendur. Sér það hvernig fólk hreyfir sig. Því það fer að forðast slæmu staðina. Ef þú getur ekki opnað hægri mjöðminn á þér aftur á bak, ef þú getur sérst ekki fært néð á þér aftur fyrir hægri mjöðminn á þér á þess að fetta eða bretta bakið, þá sérst það rosalega einfalt þegar fólk bara gengur. Því bara hreyfingin gerist ekki. Já, ég er orðinn svolítið hræddur við þetta sko, þessi compensation patterns út af því að eins og hérna með marathon og svona lengri hlaup er að þú veist, ég er áttið með á því að ég er að taka smá séns á því að vera ekki að gera þetta hárrétt út af því að ég er ekki að fara að fá verkin strax eftir æfinguna en einn daginn mun verkurinn vera svona viðlóðandi eftir æfingar og fyrir æfingar ef ég fer ekki að breyta þessu og þú veist, þetta er eins og hérna örgulega svolítið klassíst þið hljótið á að sé þetta en þegar maður er að hlaupa, maður er svona svolítið sitjandi út af því að þú veist, maður er ekki alveg að opna mjöðmina sem því að maður er ekki alveg að nota rassvöðan sem því að maður notar eitthvað annað í staðinn og bara svona haspur í læri, framöver læri lendir ég vel á hælnum þú sest, hvað gerist fyrir hnéð færist framfyrir mjöðminaðir, þá ertu líklega til að lenda á hælnum sem því þú ert að bremsa í allri eðlisfræði heiminum svo það er alltaf skemmtilegt og líka þegar við sjáum fólk hlaupa og þegar fólk fer að hlaupa svona eins og þú sér, dálítið eins og þú sett sitjandi í raun og meðan hún hleypur þá er sérstaklega gaman að horfa á það sko, þú horfur á höfuð á fólki sem hleypur þannig höfuð á þeim verður eins og bylgja það fer upp og síðan fer það niður þegar þú tekur skrefið og síðan fer það upp aftur þegar þú keyrir af aftari fætinum og síðan þú ert að fara að lenda á fremri fætinum og droppar aftur niður svo það er eiginlega stanslaust eins og þú sért einmitt að standa upp úr stól setast úr stól einfallega því að hnéð er að taka höggið hnéð er að gera hreyfinguna þú ert ekki að hreyfa þig áfram þú ert að hreyfa þig niður og áfram og síðan upp og áfram niður og áfram og upp og áfram En hvernig lagast þetta? Segjum að til dæmis að ég myndi teygja og styrkja á réttum stöðum myndi líka menn læra að hlaupa rétt sjálfur? Sumir, ekki allir þú veist, við höfum meira þess að fengi fólk sem kemur í einhvern tíma mjög sjálfgæft en það hefur fólk einhvern tíma bara heyr, þú ert með leiðlingan til að gera þetta meira sem er styrkjan til að gera þetta þú bara kannt það er meiri styrkur í öðru hreyfipatterni sem tökur vel þá alltaf framfyrir svo ef við hugsum undan sem einhvern svona algoritma líka minn segir bara, heyru, þú ætlar að færa það frá A til B það eru 5 valmöguleikar í boðum hvernig ég get gert það einn af þeim er á höndum, þú ert aldrei að fara að velja hann en hinir eru á fótunum og það eru, þú veist sitjandi, svona cirka sitjandi hlaup rétt hlaup, skrítið hlaup og hlaup aftur á bak aldrei að fara að velja aftur á bak, þú ert aldrei að fara að velja hlið svo hinn 2 eru einhvern veginn og það sem þegar fólk velur verri hreyfiferilinn þá er það bara því hann er auðveldari í dag hann er sterkari
sterkari. Þannig að maður þarf svolítið að aflæra. Já, svo að það sem við segjum bara taugakerfið er lágt. Það velur alltaf auðvelda eða sko sterkari og þar er auðveldari hreyfifyrlin núna. Og þá er spurningin, akkur velur auðveldari hreyfifyrlin núna? Orkusparandi. Akkur? Af því það er ísbjörn sem getur komið að éta það eftir. Já, og þá er eins gott að það eigir 100 kílósjúl í viðbót til þess að geta hlaupið hraða frá. Og það er engin ískápur í hellinum. Svo að þú veist, þetta er bara ennþá forritað inn í okkur. Svo það er náttúrulega skemmtilegt og þú veist, ég fór á námskeið daginn þar sem maður talaði þetta, þú veist, til þess að skilja þetta, þá þarftu í raun, þú þarft að vita hvað vöðvar heita, þú þarft að vita hvernig vöðvarnir virka, en stórpartur þessu er líka bara svona þróunarfræði, bara svona evolutionary biology. Það er líka svo skemmtilegt. Það er náttúrulega svo skemmtilegt. Akkur í ósköpunum gerum við hlutin eins og við gerum, akkur höfðar líkamann okkur og taugakerfið okkar á þennan skrýtna hátt. Akkur tökum þessar ákvarðanir. Það er ekki við sem tökum ákvarðanir. Taugakerfið gera það fyrir okkur. Einmitt. Taugakerfið. Einar. Já. Þú, doktorinn þar. Taugakerfið er geggjað. Þar höfum við það. Já, sko. Erum við með 3 klukkutíma í viðbót? En það er svona af mörgu sem langar að taka þar og út af mig grunar að taugakerfið svo sem er undirliggjandi í öllum þessum umræðefnum og öllu sem við erum að tala um. Algjörlega. En eins og bara kannski svona til að byrja við erum að tala um að teygja eða slaka í stöður. Er ekki smá forsenda fyrir því og náttúrulega öllu sem þú gerir að taugakerfið sé bara í réttu ástandi áður en þú ferð út í eitthvað svona? Eins og það til dæmis að reyna að slaka niður í teygju, er ekki svolítið erfitt að gera það í streitu ástandi þú klálega getur slakað verð inn í teygju í streitu ástandi en slökunar ástandi. Þannig að við sjáum oft þegar við látum fólk gera öndunaræfingar sérstakar til að fá slökun og komið niður í svokallega restant digest state, það sem að melding og slökunarfasið, chef-kerfi líkamanns er ráðandi, að þá í rauninni í því ástandi er ekki vöðva spenna í kerfinu og þar alveg kemst fólk oft, eins og við tölum sófategin á 15 cm fram af mjöðmina eftir 2 mínútur af vissri öndun sem við gerum. Fólk finnur munnvatni kom inn sem segir okkur það að meltingakerfið er að kveikja á sér. Það er að gera fáránlega hluti með öndun og fleiri hlutum. En ástæðan síðan er líka að fólk horfir dálítið vitlaust á þetta líka. Það er, ég er að slaka mig niður í teygju. Ok, það er frábært. Nú getum við byrjað á skrefi 2 sem er að mynda styrk, sem er náttúrulega bara taugakerfis ferill út af fyrir sig. Til þess að taugakerfin líður vel, til þess að ég komist aftur niður í stöðuna. Að það meikar ekkert sens fyrir mig að slaka mig alltaf niður í teigjuna, mynda engan styrk, stífna svo aftur upp og þurfa að byrja nákvæmlega sama ferli daginn eftir. Það er sem mjög margir eru að lendi í sem koma til okkar einmitt. Ég er búin að vera að teygja í 4 mánuði og gera frambyggja, bara gerist ekki neitt. Þú ætla að skrifa ritgerð, gleyma alltaf að seifa. Já. Þá verður eitthvað nýtt daginn eftir. Þú kemst kannski 100 orðum lengra á þriðjudegin og gerir á mándegi, en þú byrjar samt á 0 á miðvikudegi. Þannig að byrjum að hugsa þetta öðruvísi. Hvernig verð ég betri í hreyfingunni sem ég er innan gæsalappa að teygja? Því betri sem ég verð, það er náttúrulega sterkar í vöðvunum fram og aftan, vöðvun sem er að lengjast, vöðvun sem er að styttast og allt þetta, gefur þá taugar í sponsið. Þú mátt bara komast þetta niður. En það hjálpar okkur að komast langt niður í frambyggju eftir öndunaræfingarnar eða hvaða teygju sem við erum að gera, en það er einmitt ástæðan fyrir að við erum bara svona að taka handbremsuna af til þess að geta búið til styrki. Það er svona leiðin inn, þar hætta flestir. Það bara, ég tek inn í hælina mér eitthvað og bara býði 30 sekundur og hvað? Og ekkert. Hérna lokar þú bara aftur á hurðina og kíkir aldrei aftur á gæðin. Taugakerfið lærði næstum því ekki neitt á þessari hreyfingu. Þannig að þetta var bara algjörlega tilgangslaust. Í rauninni, ég er að sóa tíma í eitthvað bull. Þannig að þetta er dálítið margþætt að hugsa, að því að flestir vilja einhvers konar pillu og bara, já, ég ger bara þetta og verður bara liður. Íbúfen fyrir liðleika. Einmitt. Þannig að þetta er aðeins flóknara, en það er ótrúlega gaman að sjá hvað taugakerfið er mismunandi. Verkir eru meiri þegar þú ert í streita ástandi en slökunar ástandi. Og það eru margar leiðir sem við getum aðeins leikið okkur með það, því að bara að vera í statísku holdi í teygju, bara halda teygju, segjum 3 mínútur, hefur róandi áhrif á taugakerfið, svo lengi sem þú fer ekki of djúpt og í of mikla hörku. Og það er ein leiðin sem við notum til að teygja, en hún er notuð lang minnst, af því hún skilur lítið eftir sig, nema þá kannski einhvers konar intro eða inn á milli það sem við spennum og slökum. Þannig að þetta er dálítið svona skemmtilegt að hugsa á þetta og aftur mjög gott dæmi með jógaiðkandan og kraftliftingamannin
kraftliftingamæðurinn rosalega sympatískur eða svona grimmur, við getum hugsað þannig, en hann líka rosalega stirður og stífur, en hann getur lift rosalegum þyngdum, en hann yfirleitt allur grillaður í öxlunum með stóðkerfisvandamál og allt í steik. Svo ertu komin hinum megin í jógan sem rosalega liðugur en getur ekki búið til mikinn kraft. Já. Þarna þurfum við að hittast ekstra á meiri leið, en jógastöðunar eru yfirleitt einmitt halda þá í lengri tíma. Við erum ekki að búa til neitt styrk í stöðinni. Ég get vöðla mig saman í einhverju stöð og tekið Instagram-myndaðinni. Ég get hemst í spíkat, ég get ekki notað henni, ég get ekki lift mér upp úr splitt eða spíkat eða nokkur skapaðan hlut. Þegar þetta fólk fer síðan að hreyfa sig og hlaupa eða gera einhverja ræfingar, nú ég að alhæfa, en þetta bara svona svo fólk skilji spektrumið sitt hvoru megin. Það auðvitað til jókar sem eru sterkir og auðvitað til kraftlýningafólk sem liðugt. En þetta bara svona svo fólk skilji spektrumið á taugakerfinu. Að þá hefur jógin innan svega sem sagt ekki líkamlega getur til að mynda styrk í hreyfiferðlanum sem þarf til þess að þá gera hreyfingunum sem við ætlum að gera og þá yfirleitt ekki nóg að teygja bara og slaka inn í stöðunar. Þannig að það allt svona spurningin einmitt bara hvað viltu fá út úr æfingunni þinni? Já. Verkjaleysi. Ég að hlaupa og ég að reyna að slá eitthvað tíma. Þá ekki endilega besta leiðin að vera að hlaupa meira. Þá besta leiðin að vera betri í hreyfiferðlunum sem ég nota til að hlaupa. Til þess að hlaupa hraðar af því að það meira efficient. Ég spara orku sem þýðir það ég get notað bufferinn sem á milli frá gamla hlaupastílinu mínum til þess að hlaupa hraðar. Það að taka 10.000 skref. Já. Hversu mikið hjálpar að gera hvert einasta skref 5% auðveldara. Nákvæmlega. Það rosalegu tími. Einmitt, já, það verður að hafa svona. Þess vegna viljum við ekki tala teygjur. Við viljum bæta hreyfiferðlan. Og meira sem þessum hreyfanleiki. Þú veist, fólk hefur líka sett svo skrýtnar skilgreiningar á þetta allt. Svo að við tölum það er hægt að tala liðleika sem eitthvað, hvað er hægt að hreyfa útlimina á þér mikið. Þú veist, hvað geti ég tekið fótinn á þér og lyft honum hátt í loftið, það væri liðleikiðin. En hreyfanleikiðin væri þá til dæmis hvað getur þú lyft fætinum sjálfur. Og það sem kemur líklegast að ljósa á þér að ég get mögulega að lyft honum ágætlega hátt, en þegar þú ætlar að lyfta honum sjálfur, þá erum við líklegast að tala 30-40 gráðu mun. Já. Sem þá, þegar þú hleypur, þá ert þú aldrei að fara að nota liðleikaðin, þú nota hreyfanleikaðin þar. Og þetta væri þá flexibility og mobility, pælingin. Hreyfanleik eitthvað sem þú stjórnar sjálfur og menna liðleik eitthvað sem bara svona, þú ert með hann, en það er svona eins og ég sagði á hann sem kannski full harðorst stundum, en samt bara stend 100% bak við það, tilgangslaust. Getur ekki nota. Í hvað ætlar að nota liðleika? Annað en að slaka á eins og Einar sagði sem er en þú þarft ekki að komast í spíkar til þess að geta slakað á. Nei. Það nákvæmlega, já, einmitt. Það er bara, það er að slaka tölvert fyrir á heldur en að þú ert komin í spíkar. Já. En á móti kemur að augljóslega að þú munt aldrei geta lift fætinum og þér herra heldur en þú kemst en að ég get lift honum fyrir þig. Svo auðvitað helst þetta í hendur og það sem við viljum gera með öllum þessum styrktaræfingum allt það er að minnka bilið þarna á milli. Svo þegar við fáum fólkin og fólk spilur oft, já ég er alveg nógu liðugur, en sem þegar kemur í ljós að jú, þau eru oft alveg liðugur, þú er bara engan styrk, þú er engan hreyfanleika, getur ekki, tökum aftur sama dæmi, þú getur ekki lift fætinum á þér eins og upp í 90 gráður, en ef að ég lifti fætinum fyrir, þá fer hann upp að höfðinu á þér. Já. Það í raun meira vesen, myndi ég segja, heldur en ef að manneskjan kannski með, já ég get lift fætinum 20 cm gólfinu, en þau geta sjálf lift 15 cm af. Fyrir mig hljómar það næstu því eðlilegra heldur en stóra bílið á milli. Og þetta er kannski svona sama koncept og eins og ég get látið mig síga neyri í spíkatið en síðan þegar ég reyna að lifta löppinu upp og fær bara krampa og þú ert bara komin í fósturstendingar. Hvað er það? Hvað er krampin að segja manni? Bara veikleiki? Taugakerfið hefur ekki getu til þess að draga vöðvann saman. Af því að náttúrulega einn partur af því hvað er að vera sterkur er náttúrulega bara tauga átpútið að draga saman vöðva. Já. Þannig að þegar þú ert rosalega veikur í vöðvanum í styttingu þá farið krampa. Þú varst að segja við hann, nú er orðin stuttur og segir, reyndu nú að styttast aðeins meira með því að herpast. Og hann segir, annarkvort segir hann nei og gerir ekki neitt fyrir þig og margir lendi því tími og við segjum, reynið núna að lyfta fætunum af. Og helmingurinn á fólkinu segir mögulega, ég skil ekki hvað hún meinar. Bara skilaboðin tínast frá heilanum í leiðavöðunum. Hinn helmingurinn, eða kannski 40%, það er 10% sem fá ekki krampa en geta samt eftir af. Hinn 40%, þau bara fá massívan kramp og allt fyrir köku. Af því að þá svaraði vöðvin og taugakerfið með því að segja bara, ég skil ekki alveg hvað meinar, en ég skal senda bara 100%. Ég skal bara reyna fyrir ég get, svo hann bara reynir, þannig að vöðvin bara segir, oh my god, ég er að krampa.
mér finnst alltaf skemmtilegast að vitna í hann vin okkar Emmett Lewis þegar að tala þetta, það tvennt sem við getum gert þá og það mitt að leggjast niður og fara í fórstöðninguna og svo ég þumalinn og svo ég aðeins þumalinn í smá stund sko, og síðan reynd aftur eða bara spenna fastar sem er ógeðslegt en það er bókstaflega sem þú þarft að gera af því þá gerur vöðvann sterkari sem því að hann er ekki jafn gjarn á að krampa. Þannig maður á ekki að beila á krampanum með það? Ég ætla ekki að segja neinum að spenna bara beint inn í krampa því ég hef ofta reynd að spenna inn í krampa sem ég fæ og ég enda alveg líka grenjandi á gólfinu sko, af því þetta er ekki skemmtileg tilfinning. Nei. En, þú veist, líffræðilega séð taugakerfisfræðilega séð ert að læra að spenna vöðvann sem mun kennunum að næstur ekki ræðingun á krampan ekki að mikið. Af því ef við hugsaum það krampin er þá, myndu segja, vöndun á styrk. Þetta er skortur og styrk í stöðunni. Græður styrk með að leggjast í gólfið? Nei. Hvernig græður styrk? Með að spenna fastar. Með að kenna líkamanum að rekrúta fleiri vöðva fibers. Það er að segja frá því að þegar þú færð krampa í Primal þá færðu auka styrk. Já, þú varst að reyna 100% staði. Þú varst að reyna eins og þú gast. Sá sem lyfti fætinum og fær ekki krampa getur lyft fætinum hærra. Líklegast. Nema hann sé mjög að sem við köllum parasympatískur eða ICF-kerfinu eins og jógarnir eiga oft erfitt með að fá krampa. Af því þau hafa ekki grimdina til þess að lyfta fætinum hærra. Þau get ekki sent nógu mikið að skilabúðum frá höfðinu í gegnum taugakerfið í vöðvan í að segja honum að spenna svona fast. Og það er taugakerfið komið í þetta. Og þetta er eiginlega best að mig. Ég finning að teygju er eitthvað sem við heyrum 100 sinnum ekki á dag en í mánuði allavega. Og í raun er það ekki okkar vandamál ef við hugsaum það þannig. Það er bara þú veist, þau þekki ekki líkamann sem nógu vel. Ég segi reynda að þrýsta mjög minni fram og finna teygju. Þess að bara ég finn enga teygju. Það er ekki að þú ert svo liðugur. Það er bara þú kannt ekki á líkamann að þér. Já, það. Þú veist, ég kennst í split. Ég get hækkað fremri fótinn á mér í 40 cm og látið mig öðmur á mér ennþá snerta gólfið þegar ég er búin að hita upp í splitti. Ég get staðið á kuppum í spíkati. Þú veist, ég er líklegast með betri brú heldur en allar fimmleikastelpur á landinu. Ég get fundið teygju í hvaða stöðu sem er. Ég get staðið uppréttur og fundið teygju með mér á mér. Bara með því að laga með mér með að rúllinu vel undir, að ég skil hvernig ég var að hreyfa með mér. Ef þú veist, þegar ég sé að síðan fólk fari í einhverja stöðu og segja, já, ég finn enga teygju þarna, það segir mér ekki að þessu er liðug. En er það ekki líka aftur þetta compensation pattern? Jú, það er mjög. Svo þau detta bara í massive compensation pattern, af því þau eru að hugsa stöðuna en ekki teygjuna. Já, einmitt. Svo sem dæmi sofategin. Já, klassíst. Fólk bara keyrir mjöðminn í gólfið og ég horfa á þau bara mjöðminn er ennþá lokuð. Þau eru ennþá í sitjandi stöðu í mjöðminni en mjóbakið þeirra er komið í 90 gráður. Já, nákvæmlega. Ok, þú kannt að fetta það mjóbakið, geðveikt. Það er sem þú gerir allan daginn hvort þið er. Já, og síðan að þú getur spennt rassinn þarna. Já, og síðan segir spenntur rassinn, get það ekki. Það er ekkert skrítið. Hljóma svona full hart en í raun, þú veist, það bara við getum bakkað upp að við hérna og líka allar þessar gömlu mýtur bara, þú veist, þú gerir hnébur og þá er hnén ekki að fara fram með tærnar að sjálfsögðu ekki þegar þú ert með eitthvað þyngd á bakinu en þú átt að geta staðið í fæturnar spenntaði rassinn, opnaði mjöðminnar sett hnén í gólfið og komið aftur upp af því annars hvernig ætlar að ganga niður brekku þú getur ekki, ætlar að ganga hlið það er fáralegt, ég verða að setja hnén fram yfir tærna því ég geng niður brekku af hverju vil ég ekki vera sterkur í því og hvað eru margir sem fara upp esjuna, ekkert mál niður esjuna, drepast í hnjánum af því það hafi ekki líkamlega getu til að setja hnén fram yfir tærnar annars að fá verki og hnén er ekki að fara inn á því, hnén er ekki að fara út á því þú veist, eitthvað svona hnén verða að fara eftir þessari útreiknuðu línu sem einhver gæi sagði að þetta að gera jújú, aftur, þegar það er þyngd en þú veist, þú hefur ekki tíma til þess að laga hnéböðun en þú rennur í hálku eða þegar þú stígur á klöpp sem að rennur undan fætinum að þér þú verður bara að geta sett hnéð framfyrir, hnéð inn á við, þú veist, dottið í einhverja skrýtna stöðu og síðan bara staðið upp. Þarna er mitt líka, renn í hálku og þú nefndir esjuna, maður svona kannski fyrir að spyrja sig að því bara, ok, fyrir hvað er þetta, þú veist, í hvað maður að nota þetta, en þetta er kannski líka bara ræðilegt líf. Renn í hálku, mitt, tókna hans í náranum eða snúa sér öklan í fjallgöngu eða eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki með tánum, þú veist. Já, þetta er bara, þeir eru bara hreint í stöðu sem þú ert enga veginn tilbúin fyrir. Meðan að ykkar koncept er kannski meira bara, herru, við erum með það breytt álag, við erum að æfa okkur í svo miklum tegjum og mismunandi stöðum að bara, þú veist, að snúa sig er bara, það er ekki koncept fyrir ykkur. Nei, þú veist, það er bara æfing. Þú veist, ándjóks, við gerum æfingar sem ég æfi mig í að mistiða mig. Já, bara labba á jörkunum. Labba á jörkunum, þú veist, ég var bara í morgun,
partur af æfingunum minni var að gera spenna slakategjur í því að mistiða mig. Ég fer út á jarkan, blokka fótinn á mér, reyna að spenna út úr því, reyna að lifta betur inn í, ég orðinn sterkari í öklanum í að mistiða mig. Akkurju? Jú, að því ég mun líklegast mistiða mig einhvern veginn, að því ég alltaf eitthvað að hlaupa út í berfættur og eitthvað. Já. Þú veist, ég mun mistiða mig, ég veit það. Já, það er tilbúin í það. Já, í staðin fyrir að vera bara í þykkum skó með ökla sem að búa til stuðning. Já, brýti bara sköflungin í staðin þegar ég detti einhvern. Já, að því þá er vendipunktunum komin upp í sköflungin í staðin fyrir öklan. Já. Að því nú er öklan minn læstur. Einmitt. Svo compensation pattern. Já, brjóta bara sköflungin. Þú veist að það er ekki ráðlegt. Ég held að það sé ekki gott compensation. Öndunin. Já. Það er áhugavert með, og þú ert búin að nefna streituna líka, það er náttúrulega áhugavert að horfa á landlægi sjúkdómur. Streita. Hinn landlægi sjúkdómur. Landlægi sjúkdómur. Já, landlægi. Þetta er náttúrulega svolítið skemmtileg umræða út af því það virðist vera og það sem þú tala fyrir og þið tveir er að þetta er eitthvað sem maður hefur stjórn á. Já. Það er eitthvað annað en bara einhver slagandi lyf eða loksins frí sem úr búin að býða eftir sem að getur haft áhrif á þetta. Já, þetta er sem sagt skemmtilega við öndun er þetta sjálfrátt og ósjálfrátt kerfi. Þannig að þú þarft ekki alltaf að hugsa um að anda. Ósjálfráða kerfið andar bara fyrir þig. Þú getur eins og að breytt önduninni eins og þú vilt. Með því að haldi þér andanum, halda frá þér andanum, anda hratt, hægt, hvernig sem er. Og nitsið er einmitt þarna að þetta sé bæði sjálfrátt og ósjálfrátt virðist vera. Því það er svona bakdýra leiðin inn í ósjálfráða taugakerfið okkar. Eins og að segja að við getum látið fólk gera öndun vissa öndun í 60 sekúndur og allt í finnur að munnvatni byrja að flæða. Sem þýðir það að ég er búin að kveikja meltingakerfinu eða það sjálft búið að kveikja meltingakerfinu sínu. Og það hefur svo gríðarlega breið áhrif á líkamann, hvort þú ert í streitu eða slökun. Það er bara hvaða hormónakerfið þetta framleiða, hvernig er vöðvaspennan, bólgumyndunin, meltingin, oxytocin til dæmis er hormón sem að lætur okkur líða vel, er ekki framleiðslu í streitu, það er framleiðslu í slökun. Auðvitað er síðan aftur líkamlega kerfi sem þurfa að virka vel og bara því betra þol sem ég er með, því betra verður öndun á pattinni og fleiri hlutir. En einmitt þess að við segjum oft í Primal, þú ert með, klukkutíma 90 mínútur á dag og við erum að djöflast í að æfa einhvað. En af hverju væri ekki bara betra að flokka heilbrigði sem fyrsta partinn? Bara, hvernig líður þér? Hvernig er öndunin þín? Hvernig sefurðu? Áður en ég fer að reyna að slá tíma minni í einhverju hlaupi sem skiptur engu máli síðan að drepast í bakinu með bullandi þunglindi eða eitthvað, skilur við. Þannig að þá bara er tilgangurinn algjörlega farin af þessum hlaupatíma af því að heilbrigðið er í rauninni ekki hotsteinin í æfingakerfinu mínu. Þannig að eins og við segjum alltaf við fólk og gaman að gera núna bara eina létta öndunaræfingu fyrir þá sem er að hlusta. Hún er rosalega einföld og þetta er líklega eitt besta tæki til að sjá hvað við erum mikill streitu og hversu heilbrigt öndun á pattinu okkar er. Og öndunin er það sem stjórnar streitu, slökuninni og allt þetta. Öndun á pattinu, er það bara hversu grunt? Hvernig þú andar, andar grunt inn í brjóskassan, djúpt inn í kviðin, hratt of mikið og allt þetta og flestir eru að anda allt of mikið og þess vegna er það sem er mikið rætt í dag munnöndun, einfallega því að pípan í gegnum munnin er sverari en pípan í gegnum nefið og þegar fólk ræður ekki við að tæma koltvísýring nógu hratt í gegnum nefið þá byrjar að svissa yfir í munnöndun. Tæma koltvísýring, já. Einfallega því að þol þeirra fyrir koltvísýring er of lágt. Þannig að því ég þoli illa koltvísýring þá þarf ég að tæma hann. Okay. Því verð sem ég þoli koltvísýring. Af hverju þóla hann illa? Er það bara mismunandi eftir fólki? Við bara erum ekki að hreyfa okkur. Já, við þólum ekki koltvísýring, þetta er eitt líkamlegt kerfi sem er farið í steik og við þurfum að þjálfa upp þóla koltvísýring af því að það er líffræðileg staðreynd að koltvísýringur í blóði hjálpar súrefni úr æðakerfinu inn í vöðvalíffæri og heila. Þannig ef ég er búin að tæma koltvísýringin út þá dettur þetta út. Ég byrja að anda hraðar og er í raunin að hyperventileita án þess að vita sem er streitu valdandi. Og núna fara all hormónakerfið og allt rasli í rugl og ég byrja að reyna að hlaupa og þetta, mér líður illa og bólgumyndun og allur pakkin fer að keyrast. Þannig að þú vilt meina að þetta sé frekar streitu valdandi frekar en orsök streitu?
hvort kemur undan ekki að hægna. Já, einmitt. Þetta daldið þarna. En það svolítið svona, það er smá von í því að hugsa þetta streituvaldandi, bara svona ég get haft eitthvað að segja hvernig þetta er eitt parturinn í því hvernig við getum fengið slökun, betri svefn og fleiri hluti. Já. Þannig að æfingin rosalega einföld og þetta er einmitt bara til þess að skoða koldvísingsþolið okkar. Þannig að við setjum bara núna og við erum búin að setja í smá stund. Þegar við aldrei setjum svona lengi. Það sem við ætlum að gera er að anda inn nefið, sleppa síðan frá okkur andanum, tæma úr lungunum, basically, allt súrefnið, án þess að kreista. Þannig að hugmyndin er að það er hvorki yfirni undir þrýstingur í lungunum. Þannig að við öndum inn, sleppum frá okkur andanum án þess að kreista hann út, við lokum fyrir munnin og við lokum fyrir nefið. Þegar við erum búin að loka fyrir, þá tökum við tíman. Þannig að við öndum inn, sleppum út, gríp núna fyrir nefið og set tíman í gang. Og bara að gera fyrir ykkur sem er að hlusta að prófa þetta. Það er bara mjög einfalt. Það sem við erum að sjá er að þeir sem geta haldið frá sér andanum í kringum 15 sekúndurnar eru yfirleitt með kvíðaeinkenni. Og það hefur hjálpað mjög mörgum að sofa betur og jafnvel losna við kvíða með því bara einfallega að auka þetta. Þetta getur verið sem sagt orsök fyrir einhvers konar kvíða, svefnleysi og alls konar vesenni af því að við erum að búa til streitu af því við öndum á mikið. Þetta er bolttestið. Já, boltskorið. Og þannig það sem þú segir er að auka þetta, þá er að segja að auka tíman sem þú getur haldið frá þér áður en að byrja að finna fyrir einkennum og verður að taka inn anda. Nákvæmlega. Hvernig auka maður þetta? Með því að gera þessar vissar öndunaræfingar, búteikoæfingar og fleira. Anda eins lítið við getum, halda frá okkur andan til skiptis og anda eðlilega á milli til þess að verða bara svona jafn okkur á milli setta í rauninni, þetta er bara sett alveg eins og við þekkjum úr ræktinni. Ég anda frá mér held eins lengi og ég get og nú er allir vantarlega búin að kíkja á tíman sinn og sjá hvað ég gátu haldið frá sér andanum lengi. Til þess að verða heilbrigður þurfum við 60 sekúndur af breathholdi. Það sem þú andar svona út? 60 og heldur frá þér andanum, já. Wow. Yes. Sem þýðir það að þú þolir meiri koltvísing. Það er meiri koltvísingur í blóðinu eða rétt magn af koltvísing, viljum við meina, af því að þú ert ekki að tæma hann. Sem hjálpar efnaskiptunum við að losa súrefni inn í vöðvalíffæri og heila. Þannig að þegar ég er búin að anda súrefni inn og fá það út í æðakerfið, þá er ég bara hálfnaður. Ég þarf að fá súrefni úr æðakerfinu þangað sem það á að fara. Líffæri, heili og allir þessi pakki. Já. Þannig að ef að mér vantar þarna eitt skref, til dæmis, það vantar koltvísýring, þá á súrefni erfitt með að komast rétta leið. Og þetta er einmitt bara eitt function í því sem á að gerast í líkamann sem að vera heilbrigður. Þannig við erum til dæmis með eina konu sem kom í einn engatíma en hún var einmitt drauma iðkandi, gerði æfingarna sínar, var með teygjur og var með öndunaræfingar og hún er sérst búin að losna við astmalyfið sitt sem hún var að taka púst 3 á dag. Hún er hætt á gigtalyfjunum og hætt á verkjalyfjum. Það eina sem við gerðum var að greina öndunarpattin hennar væri rugli, laga það og síðan stóðkerfisæfingarnar okkar fyrir líkamann og hreyfingar sem hún var þá að vinna með á göngur og fleira. Þannig að það er ótrúlegt hvað er hægt að gera einfallega með öndun og réttir hreyfingu til að koma sér í áttina því að vera heilbrigður. Einmitt. Þannig að við viljum meina að megnið af því sem við erum að vinna með aftur, tölum varlega, að fólki sem er einmitt astmalyf og fleira, það er hægt að stórbæta lífskeiðin hjá þessu fólki með því að finna byrju af hverju þarf ég astmalyf. Til að víkka út berkjurnar að þeir eru að lokast. Ok, af hverju eru að lokast? Kannski er heilin er að halda í koltvísýring. Og þetta er síðasta leiðin. Af því að líkaminn er að kafna. Heilin okkar er að kafna, það er ekki súrefni. Af því að koltvísýringurinn flytur súrefnið út úr æðakerfinu. Já, ég laga þetta og afleiðingin sem er þá eitthvað berkjuvandamál eða hvað sem við erum að vinna með, bólgur í líkamannum og gigtalíka einkenni og fleira, allt í einu hverfur það því orsökin er ekki lengur til staðar. Alveg eins og stóðkerfisvandamál að orsökin er ekki lengur til staðar, þú hættir að fá illt í bakið, þú hleypur hraðar. Þetta er allt sami hluturinn, hvar get ég hámarkað heilsu mína og getu mína, líkamlega getu. Þola kulda, hlaupið, anda rétt, sofi betur, recover hraðar, æft meira, verið glaðari bara. Já, einmitt, tala ekki um það, bara verið glaðari. Vakna bara með skítaglott og bara, þetta er geggjað þar. Þetta er geggjað dagur. Já, og þá er það alltaf hægt að hafa áhrif bara á þig. Þetta er ekki bara þinn bakverkur, þetta er bara samskiptiðin við aðra. Samskipti og allt þetta.
hvernig svarar maganuðinum þegar illt í bakinu. Já, einmitt. Það bara, það börnunum. Það skemmtilegt. en það líka, og nú var ég kannski til að heyra hans frá ykkur, út að þið fáið svo, þú veist, ég býst við því að þeir einstaklingar sem þið hitti, þeir eru svona kannski að leita svolítið til ykkar, þetta ekki beint slembi úrtak þjóðarinnar, þetta kannski fólk sem með að koma í einhverjum ásetningi. Og fólk sem tilbúið að fara kannski ekki til hefðbundinnar með ferðaraðila. Já, nákvæmlega. Og við vorum að nefna þetta áðan að, þú veist, hvað með að hætta að vinna eins í þólinu sínu og fara bara að vinna í almennu heilbrigði. Ég held að vandamálið þarna sé líka það að bara fólk á ekki verkfærin, það bara kann ekki hvað að gera og þetta bara fara út að hlaupa, þú veist, já ég að drepast í bakinu, já ég í massífri streitu og allt þetta, en ég veit að þegar ég klára 5 kilometra og kem heim, þá ég ánægði með mig, ég gerði eitthvað og það eitthvað svona bóðflæði í gangi. Fæ smá runners high og bara allt í gegn. Nákvæmlega, þetta bara svona... Þeir kalda sturtu og það bara góður. Einmitt, og þetta kannski bara það eina sem fólk þekkir, sko. Og alveg eins náttúrulega með, maður náttúrulega alltaf ekki að gera grína af íbúfenninu og öllu þessu, en bara fólk kann ekki annað. Það bara kann ekki á einn líkama. Sem náttúrulega, þú veist, hvar liggur það vandamál, hver á að kenna fólki á líkamann sinn og þú veist, ég ætla ekki að svara því núna, þú veist, fólk sem tilbúið að koma til okkar getur við auðvitað að kenda þeim aðferðirnar en þetta ætti náttúrulega að vera einhvers staðar annar staðar, þú veist mér finnst allt að því ég, eins og ég segi þú veist, ég 16 ára sekk mér í 10-12 ára nám í eðlisfræði doktorsviðgerðin mín var svarthol með hári sem að bara fólk veit ekki hvað að tala þegar ég segja það, sko. Getur fengið einhver tími í því líka? Já, alveg 100% eða viljið, en kostar meira, þannig þá ég doktor, sjáðu til. en þess að málið en þú veist, þegar ég byrja að pæla í þessu öllu, ég búin að læra svo mikið mannslíkamann á bara síðastliðnum 7 árum eftir að ég fór að gera tilraunir á sjálfum mér. Þú veist, og oft í engan tímum ég að segja hlutu við fólk sem ég í dag held að ég sé bara almenn vitneska en eru bara búin að gleyma því að þetta eru kannski hlutir sem að fólk veit ekki endilega til dæmis bara eins og þegar ég segi við fólk að já, ok, þú ert að teygja, þá einn vöðva að lengjast og annar vöðva að styttast og fólk bara, hvað meinarðu? En það bara þannig í líkamannum ef einn vöðvi lengist, þá annar vöðvi eða mögulega vöðva hópur hinum megin í líkamannum sem styttist bara eins og bicep og tricep eða tvíhöfðin og þríhöfðin ef tvíhöfðin lengist, þá styttist þríhöfðin og ef þríhöfðin lengist, þá styttist tvíhöfðin hálsinaður, ef önnur hliðin lengist þá styttist hinn hliðin og svo framvegis allir vöðvar í líkamannum hafa svona gagn vöðva sem í raun býr til grundvöllin að því þessum styrtar teygju hreyfanleika æfingum sem við vorum að tala um áðan það þýðir að þú getur alltaf spennt vöðva til þess að lengja annan vöðva og öfugt skemmtilegt svona side note hérna að það einn vöðvi í líkamannum sem hefur ekki gagn vöðva tungan. Það er tungan. Það er alltaf búið til einhverja brandara það, sko. Vöðvi sem þá vöðvi sem að hreyfist með honum. Alltaf þegar þú hreyfir einn vöðva. Já, hreyfist með honum, en kannski, er að lengjast og styttast á móti. Svo ef einn styttist, þá alltaf hinn sem lengist. Bicep og tricep. Rass og framöðum í þann. Einmitt. Innan verður fingur og utan verður fingur og handabaka, þú veist. Hvernig vinna þeir saman? Hvernig vinna þeir saman? Þú veist, ef annar stífur eða veikur þá hefur það augljóslega áhrif á hinn. Ef þú getur ekki teygt á vinstri hlið hálsins á þér, þá getur ekki spennt hægri hliðina. Af því það að spennana myndi setja of mikla teygju hinum megin. Þetta ekki líka kannski það sem að gerast þegar að fólk svolítið hókið eða þú veist, að bara bakvöðarnir eru mögulega ekki nógu sterkir. Jú, þú veist, án þess að sjá manneskjuna þá ekki, en það eitt af þess sem getur gert að taka svona dæmi þú veist, alltaf, en þú veist, það alltaf it depends, en þetta svona sirka hefur áhrif á þetta svo við sjáum að það alltaf samspilat á milli og þess vegna verður líka oftast meðferðin í okkur ef einhver segir að mér hérna illt á þessum stað mjög sjaldan skoða ég þann stað við fyrir alltaf hinum megin eða fyrir neðan eða fyrir ofan til þess að sjá hvort það séu compensation pattern eða einhver vöðvi sem getur verið að mynda bólguna af því það svo rosalega sjaldan sem að vöðvin sjálfur sem að senda verkjaskilabúðin sem eitthvað að og síðan alltaf skemmtilegast við þetta allt að þetta sem tengist þetta beint inn í öndunina af því ef þú ert rosalega hókin heldur að þú getur andað almennilega Nei, einmitt, það er hvað valgus nörg eða eitthvað og bara allt, þú veist, ef þú andar inn það kúplast með því að draga axlirnar aftur og bak og allt það, sko Já, þannig að þetta verður alltaf svona þetta tengist allt, sko Svo Einmitt, já, ég held líka svona með einhverjum svona spjalli að fólk að hlusta á þetta og bara herðu, ok, ég með bakverki eða eitthvað, ég með streiku og þetta og það einmitt alltaf hvað ég að gera en það sem kannski líka
veist, og það ekki alltaf hægt að fullsvara því í einhverju svona spjalli en það alltaf hægt að gefa fólki svona von að sé hægt að gera eitthvað í þessu og eins og þeir eru að tala með eins og við tala með streituna áðan að þetta sé ekki bara eitthvað sem er búið að útluta þér eða eins og bakverkina sem hún ræði byrjun bara þú ert með lélegt bak, þú veist það svo hræðilegt að sko ég held að það pirri fólkið frekar heldur eins og það sem þið komist á spori með að bara herru þessi meðsli sem ég er að díla við ég þarf ekki endilega að lifa með þetta bara restina af lífinu og bara aldrei hreyfa mig í kjölfæði. Þetta er líka svo skemmtilegt eins og við getum skoðað til dæmis kvíða út frá nákvæmlega sama hlutverki þegar við vorum í hellinum þegar þú veist að kvíði náttúrulega marg þættur en einn hlutin til dæmis að gera þig tilbúin fyrir átök þá kemur Björn, kvíðin keyrir þig upp í sympatískt ástand sem gerir þig líklegri til að geta hlaupi hraðar frá byrninum eða barist við hann eða hvernig sem scenaríóð síðan núna eru líkamlega kerfin okkar öll komin í steik ég stífur ég ekki sterkur bara það að fara í bónus getur verið bara rosalegt challenge björt ljós, stórt opið svæði einhver gæi í röðinu sem pirrandi að tyggjó eða eitthvað ég upplifi mig ekki örgan og kvíðin kikkar inn til þess að keyra upp sympatíska kerfi til að vera tilbúin í barda til dæmis fattaru og sér hefur ekki tólinn til þess að róa það aftur niður þú ert komin til bíl sér keyrur heim, elda matinn í streitu ástandandi horror á Netflix í streitu ástandi getur ekki melt matinn ert farin að sofa í streitu ástandi sefur illa sem þetta hissa þegar þú vaknar stífur daginn eftir þó sem þú fórst í 90 mínútna jógatíma eða þessum tíma í okkur aftur, þú veist, ef að grunnkerfið er ekki í lagi þá er tíma í okkur ekkert skárri heldur en tíma einhvers annar staðar sko. Hver er grunnurinn í þessu? Ég veit að maður talar um mataræði, svefn og hreyfing en þú ert svolítið að herja á öndununa þarna öndun, hvað gerir þú sefur? Þú andar ég endar öndunin stjórnar því hvort þú sért í streitu eða slökunar ástandi þegar þú sefur ég get verið sofandi og sofið vel með gæðasvefn og vaknað endunarður og æðislegur eftir það ég get sofið með lélegan svefn og verið gjörsamlega bara eins og ég hafi verið á hamrandi fyllir í kvöldið áður að þeim er lífið bara ógeðslega illa við getum verið í gerfisvefn sem er þá búin til að hafa áfengi lyfjum eða fleira sem gefur okkur ekki góðan svefn þú ert sofandi, það er allir sammála um það en heilbrigðið þitt og líkamlegu kerfiðin eru í tómu rugli ef ég er að gnýsta tönnum ef ég er að vakna stífur vakna bólgin og verkjaður það er allt bara enginn um það að ég sé að sofa í streitu ástandi og þá er kannski betra að vera að æfa öndunina þína heldur en að fara út að hlaupa annan hring eða tegja meira eða djöflast eitthvað þetta er svona, ég elska myndlingar ég hef alltaf elska myndlingar, ég nota alltaf myndlingar elsa allt þannig, þú veist, aftur, safe-taking ef að öndunin er ekki í lagi fyrir að fara að sofa og meðan þú sefur og allan daginn í raun þá nærði ekki að seifa bætingarna þinnar þú gerðir alla þessa vinnu í gær og síðastleina viku síðan ferur bara að sofa og þú vaknar bara aftur hellaður morgunin eftir að því þú svafst illa í streitu ástandi tökur heldur þessi ljón í herbygginu og þá man maður ekkert skapna ef þú verður að læra fyrir próf með ljón í herbygginu þú getur lesið eitthvað kabla og manst ekki neitt því ljónin nálgæðist millimetr á korteri eða eitthvað í streitu ástandi manstu ekki neitt og streitan þarf endilega ekki að vera bara svona upptjúnaður heldur þú veist mögulega bara ekki að fungera vel og þú ég það kaffi og bara ég það kaffi hvað sagði hvað átti ég að kaupa mjólk nei ég man það ekki þú veist fólk virðist oft rosalega slag sérstaklega því sem hann tekist náttúrulega yfir í þunglindu og allt þannig, svo fólk virðist oft rosalega niðurtjúnað, en það eru bara massífu kvíði og streita í gangi og fólk byrjar að segja mér þetta, ég er svona ofhugsari en það er bara því að kerfið þitt virkar þannig og þróaðist þannig svo þú getur lifað af umhverfið okkar í dag er eins og orðið svo skrítið við þurfum aldrei að búa til hita í líkamannum þegar við kólnum niður, við erum alltaf í úlpu alltaf í uppbyttum bíl, við erum alltaf í einhverjum dúðum nækskóm við erum alltaf að hreyfa okkur oflítið yfir daginn þess vegna fer koltvísýringsþolið allt í steik við erum of veik og síðan er þetta kerfi tekið og því hendinn í einhvað æfingaprogram í staðin fyrir að hugsa hvað er það sem gerir mig heilbrigðan og lætur kerfin mín virka rétt og bætingarnar verða mikið hraðari þannig eins og segjum að tökum simpansa og skiptum honum út í lífið okkar teipum hann í stól í 9 klukkutíma á dag í vinnunni fyrir frá tölvuskjá ætla að segja mig það að simpansin verði ekki þunglindur
en þetta alltaf í lagi, ég fæði útborga sko mánamót og getur keft mér eitthvað drasl segja ekkert ekki, en skilja þetta meikar ekkert sens. Nei. Þannig að við setjum bara simpansan í sama, bara ég ætla að setja hann í Nike skó og svo fyrir við að æfa, þú veist, það var allir bara eitthvað, ertu eitthvað rugglaður, ætlar að setja apa í skó? Það er ekki vera, þú veist, það er þetta að stýttra sko, bara eitthvað svona hundur-gaður gæja, hann í svipaður sko, nákvæmlega, hann myndi líta betur út, en það var ekkert mikið annað sem myndi breytast sko, heldur en simpansin. Hitt væri dýranýf. Gaman að bara, horfum á þannig, þetta er dýranýf. En þetta er alltaf að því ég fæ útborga sko. Það var þetta ekki mannréttindabrót. Nei, nákvæmlega, sem er klikkun sko. Ég var að lesa bók sem heitir Running for my life og mæli með fyrir alla og mæli með fyrir ykkur líka. Þetta er ekki einhver svona hlaupa nöttara bók. Hélt væri það. Það er svona að lasta hana. Fjallar strák López Lomong sem að flýr frá Suður Súdan úr svona, hvað heitir það, svona Army Rebel Soldier uppreisnarmaður já, nákvæmlega þeir ræna honum frá fjölskyldunni og ætla að búa til uppreisnarmann úr honum og þetta segir frá söguna því hvernig hann komst frá Suður Súdan til Bandaríkjanna og fyrir Ólympíuleikana. Ég var ekki að spoila, þú veist, þetta er í titlinum Hawaii en það er eiginlega það besta í bókinni og þetta hljómar svolítið heavy og þetta er það en þetta er ótrúlega skemmtileg og svona uplifting saga og hann er svo feskur maður og þar er svona konceptið að þeir eru í útrýmingabúðum alls ekki útrýmingabúðum æfingabúðum nei, refugee flóttamannabúðum ég fekk bara svona smá klippa eftir eitthvað til ég bara komin í fight or flight útrýmingabúðum þeir spila alltaf fótbolta á daginn og fótbolti er bara lífið eins og þið ekki í den en út af það eru svo margir þarna og þurfa að hlaupa hring í kringum búðirnar áður en að fara í fótbolta bara og þeir sem eru fyrstir að klára hringin þeir fá að fara í fótbolta kemur ljósa þessi hringur 30 km þannig þegar þeir vakna það var bara byrjar að hlaupa alveg sama, berfættir í drullunni og sem bara bytt yfir í fótbolta og síðan löngsaða stutt þá kemst hann yfir til Bandaríkjanna og hann er komin þarna, talar ekki tungumálið þekkir engan, er ekki þarna alltaf hverjum einasta degi með bara 1000 bestu vinnu sínum eins og segi, talar ekki tungumálið allt í einu er hann komið með eitthvað mömmu og pappa allt í einu er allir bara flott föt og skór og hvað er í gangi hann þekkir ekki neitt, vill bara haldi það sem hann þekkir sem er að vakna, hlaupa, spila fótbolta og hann fyrir út og þú veist, berfættur og pappin er bara, nei, þú veist farið í þess skó og hann er bara, hvað er þetta? Byrjar að hlaupa í þessu og bara, ég er svo þungur og ég finn ekki fyrir jörðinni eða neitt og bara svona settu barn í skó þú veist, það er ekki að setja barn í skó fara bara á YouTube bara, þú veist kids wearing shoes for the first time það er bara, þetta er svona svipa á þegar kettir og hundar eru settir í skó, þau veit ekkert hvað það er að gera þú veist, það er alveg magnað að horfa á þetta sko, sem ætti að gefa okkur smá vísbendingu að þetta sé eitthvað út í skrítið sko, en alltaf bara nútíma samfélag þú veist, við þurfum að fórna einhverju en kannski við viljum meina að fólk sé að fórna full miklu það er eins og þú veist, þú sér skóna okkar náttúrulega þeir sem eru að hlusta að sjá það ekki en þú veist, ég er í sokkaskóm og einar í skóm sem eru með 4 mm botni og engri upphækun einstæðar. Hvað er þetta heitir þetta ekki, hvað heitir þínir einar? Ég sé þá, hvað er Lems. Ég er í Lems. Og þú ert í svona ég er Skinners heitir það, sem er bara sokkar með bara hörðum náttúrulegum gúmibotni. Hann er ekki harður sko. Hann er ekki, nei, það, þú veist, þetta er bara sokkar. Þið líður, þú veist, börnin mín eiga svona sokkum núna og 8 ára dóttir mín sagði mér bara, þetta er eins og að vera í sokkum og síðan hljóp hún út í drulluna. Það því hann fannst ekki ekki. Og þú veist, en þetta er nógu þykkt til þess að þú veist, ég hef mölið glerbrot með þessu. Svo að þú veist, bara til þess að prófa skiljið, þú veist, hvað get ég gert með þessu sko og þú veist, það fer ekki neitt í gegn en þú finnur jafn mikið fyrir jörðinu og væri í sokkum. Sem þér þetta er svona, þú veist, þetta er svona fyrsta safety netið þitt sko en stundum fyrir alveg út berfættar hlaupa á þannig sko en það er svona þetta er síðasti skórin áður að vera berfætt ok, já, þetta er smá svona bara auka hús en það er líka bara spurningin, þú veist, jú, ok, þú getur fara út að hlaupa berfættur en það eru stundum naglar, það eru stundum glerbrot og það er ekki eitthvað sem að frummaðurinn þurft að díla við sko, svo að þú veist, við lifum náttúrulega í nútíma samfélagi, svo við þurfum svona aðeins að gefa einhver staðar eftir en ekki það mikið að við rústum fótunum á okkur viljum við minna allavega. Mér langar að spyrja ykkur aðeins út í ykkar reynslaði að fá en svona breiða hóp á fólki. Finnst ykkur fólk svona koma til ykkar eftir að hafa leitað margstaðar annar staðar? Eftir að hafa orðið fyrir vonbrigðum með aðrar sérstaklega fyrst var það núna bæði og fyrst þegar þið voru að byrja þegar við vorum að byrja og þú veist, ég kem inn 2006
16 haustið held ég og þá var það rosalega mikið fannst mér, ég veit náttúrulega ekki hvernig það var áður sko, það var rosalega mikið þannig, já ég er búin að fara þangað og oft fólk svo alltaf reitt í tímunum gaman að segja frí, bara svona alltaf byttu að það kemur kannski tíma hjá okkur, við erum búin að fara í marga tíma hjá nuddar eða kýrópraktor og sjúkraþjálfarar sem að gera samt fullt af þeim gera fullt af góðu starfi, svo að þú veist, en bara þetta vandamál greinilega var ekki leyst af því og koma á korteri bara, hei, mér líður alltaf betur en mér hefur nokkuð með liða áður í mörg ár og sumir taka það með alltaf bara brosa á vör og fara út og bara gera heimunum svona geðið, aðri verða reiðir það er alltaf bara svona þetta er ofauðvelt, var ég svikinn akkur er þetta ekki gert allstaðar en síðan núna finnst mér undanfarið hefur þetta verið, já, mér var bent á að ég ætti að laga þetta og mér var bent á einhverja nokkra og þið voru bara þar á lista og svo ég kom bara beint til ykkar bara, þú veist svona, orð af orði mikið núna og þið eru þá alveg að þú veist, þess vegna spurði ég þetta í byrjun með svona hvort þetta sé fyrirbyggjandi eða hvort þetta sé líka bara svona ákveðið treatment á hvort þetta sé að leysa úr verkjum og svoleiðis og það sá tími sem ég fór í, ég upplifði þetta bara sem svolítið svona gaman og hérna, það er smá svona leikur í þessu líka hjá okkur. Þetta er allur skalinn, myndi ég að segja. Þú veist, og það er líka alltaf pointað því fólk er rosalega gæmt og þú bara, til þess að benda smá fingri þú hugsar fyrirbyggjandi æfingar til þess að bæta performance og æfingar sem eru skemmtilegar ég get gert sömu æfingar í öllum flokkum fyrir mismunandi manneskjur og líklega 10 mismunandi manneskjur í öllum hópum sömu æfingar sem lítur eins út á Instagram ef við myndum hugsa það þannig en áleiðið mismunandi, tilgangurinn er annar og svo framvegis breytt erfiðleikastig svo þú veist, eitt af því fyrsta sem við sögum alltaf við segjum ekki alveg mikið lengur en það er ekki til en að slæmar æfingar það er bara spurning hver er að gera æfinguna og þá er spurningin, get ég skalað æfinguna upp eða niður til þess að mæta manneskjunni ef það svariði nei, ok, þá er æfingin mögulega slæm fyrir þig í dag en oftast, þú veist, eins og ég segja, labba á jörkunum hvernig gerur hana erfiðari, labba meira á jörkunum hvernig gerur auðveldum, labba minna á jörkunum ok, sumir eru ekki tilbúin að labba á jörkunum svo þeir standa bara í annan fótinn og jarkanum á hinum fætinum og svo framvegis, það er allir að vinna í sama hlutnum sumir eru að gera af fyrirbyggjandi ástæðum sumir eru í endurhæfingu að þeir snýr upp á öklan á sér aðrir eru dansarar sem vilja geta bókstaflega mistiði sig á meðan þeir hrynja í gólfu og taka einhvern kottnís og eitthvað svona, þú veist, rúla sér í gólfinu svo að við erum hættir að hugsa þannig og æfingin sem gerir þig kannski betri getur líka eyðilagt þig, að ég get alveg sagt þér að labba marathón á jörkunum og 99% af fólki mun grillast í öklunum og þetta er svona eitt af því og þetta er smá, þetta er til þetta fyndið af því að þú veist, ef við skoðum Instagram hjá mér og Einar eða Primal Iceland, þá sjáum við að við erum að gera einhverja sturlaða hluti, en það er náttúrulega partur bara nútum að samfélagi og svona samfélagsmiðla hugmyndafræðinni bara en það er rosalega mikið það bara, og þú veist, og ég lend oft í það og Einar líka og við á Primal, við setjum eitthvað inn af okkur að gera hluti sem í okkar tilfelli þýðir, ok, fyrirhandi landsliðsmaður taekwondo sem er núna búin að æfa movement og eftir þessum aðferðafræðum í mörg ár ég er búin að vera í núna einhver 7 ára að hreyfa og byggja upp líkamann aftur og ég er að standa á annarri hönd og droppa niður í brú og fólk segir, þetta er geggið, ég ætla að prófa þetta á morgun nei þú veist, jú kannski, þú mátt alveg prófa þetta þú veist, bara gera svo vel en það var ekki tilgangurinn sumir eru með svona educational account þar sem þeir eru bókstaflega að segja bara, hei, þetta er geggjuð æfing og eitthvað þannig, sumir eru með inspirational account þú veist, mitt Instagram account og Einarslunds byrjaði sem bara svona dagbók hei, sjáu þið, ég byrjaði hér og núna er ég komin hingað ef við skrollið nógu langt tilbaka til þess að reikningum mínum, þá sjáu þið tímabila sem, þú veist, ég var í 80 gráðum í spíkandi kunni ekki að standa á höndum og bara, þú veist, ég meina, fyrstu eru bara eitthvað eðlisfræðis, þú veist svo hugmyndin er dálítið, sko bara allar æfingar henta öllum ef við getum skalaðir alveg sem í hnébeygju eða hvað sem er auðvelt að hugsa í lóðum en fólk á oftast með svona í líkamsþyngdaræfingunum það er erfiðar að hugsa, hvað ef ég get ekki gert æfingu, hvað gerir ég þá? Þá spyr ég oftast, þú veist, ég meina ef þú getur ekki gert 40 kíló að backpressu, hvað gerir þú þá? Já, 30 kíló eða 35 kíló já, ok, þá bara auðveldur arbeðinu þína til dæmis með að hækka hendurnar eða, þú veist, whatever þú veist, svo hugmyndin er að fólk virðist sem er svona leiðilegt að maður þurfa að nota þessa millingur að færa sig alltaf yfir í þyngdaæfingarnar þunga hnébeygju, einföld skölna því það er bókstaflega bara að taka einhverja skífu og setja það á stöngina en við hugsum miklu frekar það að við viljum náttúrulega alltaf gera djúpur hreyfiferlana og vera meiri að skala með bara og það er kannski það sem eðlisfræðin hjálpar sem mest í að skala líkamsþyngdaræfingarnar hvernig ég get látið tæplega 60 á móðum mína
gera armbeigur hliðan á þeim til landsliðsmann í 5 leikum. Já. Þau eru bæði vinni armbeig, þau eru bæði að gera 5x5. Mamma mín bara ekki kannski, hún er búin að æfa nokkur ár, hún er ekki lengur í gluggakustinni, hún er komin á lágavegginn inn í Primal, en landsliðsmann í 5 leikum, hann er að gera þær í handstöð út á gólfi. Já. Svo að þú veist, en þau eru bæði að gera armbeig, þau eru bæði að vinna eftir sömu prinsipum. Og síðan kannski til hotni annar gæi að gera spenna slaka teygju í armbeigu stöðu af því að hann fór á axlalið í síðustu viku. Og þá þurfum við að breyta álæginu. Svo að þú veist, rehab, prehab, fyrirbyggjandi, endurhæfing, styrtaræfing, performance, þjálfun, hvað sem þetta allt sama hugmyndafræðin. Það fer bara eftir hvað lendur í stiganum. Já, einmitt, og það einmitt frekar leiðilegt að tala þetta í þessum flokkum, en þetta bara kannski svona en fólk skilur og við fáum og þess vegna erum við með svona, ég ætla ekki að segja tilbúið svar fyrir þessu, en við höfum þurft að svara þessu mjög oft, að því við fáum stanslaust þessa spurningu, býtu, þetta til hvers að gera þessa æfingu? Erum við að undirbúa öklan á okkur, svo bara, nei, við erum bara að styrkja öklan á okkur, punktur. Akkur þið rílt? Öklin er veikur. Styrkjum öklan. Á þann veg sem þú ræður við í dag. Og þá kemur þetta líka alltaf yfir í, þú veist, hvað er langt síðan að þið sem eru að hlusta eða þú eða þú veist, whatever, hreyfðuð öklan á okkur í allar áttir. Hvað er langt síðan þú fóst, þú veist, með þú veist, öklin hreyfist í 4 áttir, hann hreyfist fram og aftur og síðan til hliðana og getur það undirbúið til hring, bara spurjið ykkur, þú veist, hvað er langt síðan ég fór eins langt til hægri og ég get, eins langt til vinstri og ég gat og eins langt aftur og eins langt fram og ég gat. Gerið þið þá á hverjum degi? Ef það svarið er nei, þá bara vitnum við mjög fljótt í use it or lose it. Líkaminn tapar hreyfigetu sem þið notið ekki. Og það er ekki bara að spyrja öklan, hann spyrja öll liðamótin. Eins og talar áðan, tærnar. Ég get ekki hreyft á með tærnar. Og þá spyr ég bara, hvað er langt sem hún hreyður á því tærnar? Hvað er langt sem þú settist bara og hún reyndir að hreyfa á þér tærnar? Mjög langt síðan býst ég við, fyrir lang flesta sem hafa ekki pælt í þessu. Og þá náttúrulega bara fer allt í kökum. Tapar hreyfigetunni. Skotnir hjálpa náttúrulega augljóslega ekki til þar, sko, en það er líka bara hreyfingarleysi. Hvað er langt sem hún teygði þig aftur fyrir þig með öxlinni? Hvað er langt sem hún teygði þig upp fyrir höfuð? Hvað er langt sem hún leist fyrir aftan þig með hálsin í staðin fyrir að snú alltaf bara frekar upp á rygginn eða mjöðmina? Compensation pattern, farin að kikka inn. Svo að þú veist, svona í grunninn, þú veist, þarna, það sem ég er að tala þarna er svona leiða alltaf það sem við köllum bara svona liðamótarhringir. Þú veist, joint rotations eða sumir kallar þetta CARs eða controlled articular rotations sem þá bara hreyfðu öll liðamót í líkamannum einu svona dag. Þá er allavega gangur skugga það að þú ert búin að því í einu svona í dag og þá ert ekki að fara að tapa því. Þá ert búin að stroka út lose it úr use it or lose it. Það er bara svona baseline þegar að öndunin og allt það er búið að kikka inn líka. Síðan getur þú að hugsa að teygja. Þú veist. Já, það er svona þetta approach að þessu, að byrja í grunninum. Byrja í grunninum, þú veist, ég meina ef þú getur ekki hreyft á þér stóru tánna, þú veist, getur ekki lyft stóru tánna á gólfinu þegar þú stendur í fætunar, heldur að vera auðvelt fyrir það að hlaupa. Hvað gerist þegar þú hleypur? Fettist upp á stóru tánna þér. Ef hún getur það ekki, þá líklegast fara að fá verk í stóru tánna, eða kannski í ylina þér, eða ökklana þér, eða kálfana þér, af því að verkurinn leiðist eitthvað upp, en það er mögulega stóra táin sem stoppaði frá það að hreyfa þig. Já. Oft fengir fólk sem er bara, já, ég kann ekki verið hnepu, við tegjum á stóru tann á þeim og þau komast alltaf inn í hnepu og bara, ég skil þetta ekki. Hvað finnst ykkur líka að svona horfa á þetta andlegt versus líkamlegt? Eru þið ekki svona, mér finnst þið svo ykkar svona aðferðafræði? Same thing. Já, það getur ekki skilið þetta í sundur. Ef líkamleg kerfiðin er ekki að virka rétt, þá er andlega hliðin ekki í lagi. Er það að vinna eitthvað með að koma andlegu hliðinni á einhvern betri stað fyrir æfingar eða í æfingum eða þú veist fyrir máltíð eða áður en að fara að þú veist lesa eða whatever? Sko, ég geri það. Við erum ekki mikið. Já, við gerum það. Þú veist, en bara það er ekki komið yfir í tímana því það er svo erfitt að segja, herru, já, það er allir bara, þið með ekki borða svona langt fyrir æfingu og það sem þið borðuð verður að vera svona og þú veist, þið þurfa að sofa svona mikið og hins veginn, annars getið ekki mætt að æfingun og tekið almennilega því. Það er ekki hægt. Eins og við erum að fikta í því sjálfur en það er rosalega erfitt að segja við 20-30 manna hóp sem ætlar að koma 5 sinnum í viku já, þú veist, æfingin verður bara drasl ef þú borðaðir svona á þann eða þú gerðir hitt á þann eða þú veist, opnaðir bílhurðina með vinstri hönd eða þú veist, whatever, sama hvað við notum skiljið, það er bara svo, þú veist, það er svo erfitt að implementa það þar sko, svo þetta er kannski meira fyrir fólkið sem er búið að mæta lengi fyrir að sína á hvað get ég gert til þess að taka hans meira ok, heyru, þú ert með gegga Garminur ertu eitthvað að kíkja á svefnin hjá þér? Nei, gerðu það gott eftir viku og sögðu okkur hvernig þú svafst
kemur í ljós að manneskjan svaf ömulega og þau eru ekkert múin að bæta sig í liðleika síðastlega 6 mánuði ok, lögum það, hei, vá, ég fór alltaf að bæta mig í liðleika þetta er svona meira, þú veist þú ert múin að æfa í smástund og þetta er svona meira tinkering eftir á en það er kannski meira út af bara eðli hóptíma ef þú verið í engaþjálfun og kæmi til okkar í hverju viku eða eitthvað þannig þá myndum við náttúrulega keyra á þetta strax því þá getur virkilega sagt bara persónulega, heyrðu, þú ert að sofa ömulega ekki bara, heyrðu, 30 tíma hópur og það eru bara 5 sem voru að sofa illa og svo sé líka tölvöld fleiri svo þú veist, það er bara svona meira það Er einhver svona quick tips fyrir þá sem að drepast í bakinu, sitja mikið og í streitástandi eða? Hvernig andaru? Ég meina, þú veist, það fyrsta sem ég gerir frá öndunna þú veist, að því núna erum við með æfingar og allt það en það fyrsta sem ég gerir var bara eins og þú veist þú hafði lesið Oxygen Advantage ég las svona Er það hérna Patrik McGeown að því bara eins og hann talaði með hann ég gnísti tönnunum það mikið fyrir úlingur að ég kom með góm sko, frá því ég var 15 ára og ég er búin að sofa með góm Já, ég þekki þetta svoleiðis Er það merkið eitthvað? Það er merkið streitástand Þannig að basically heldur tökkerfið þitt að það sé í bardaga og lokar kjálkanum til þess að hann veri ekki rifin af meðan þú ert sofandi að því hvenær ræðist ljónið á þig? Já, meðan svonandi Það meikir ekkert sens þróunarlega að við sofum í einhver 8 tíma eða streitu og bara í streitu ástandi ok, ég fekk góm en það er ennþá ljón í herbygginu þú er bara ekki að skemma tennurnar að það er eina sem það gerir sem er jákvætt þú veist, það er ekki að steppa en núna ertu bara að messa góminn, skiljið, þú veist, og ég man eftir að ég hef búin að sama góminn í 5-6 ár þá voru bara komin tanna fyrir ég neðri sko, ég var alveg ennþá að gnýsta og herpa ég var bara ekki að skemma með góminn En er effektíft til dæmis að taka eina svona öndunaræfingu fyrir, þú veist, og ertu þá búin að laga þetta? Alveg, sko aftur, líkamlegt kerfið þarf að vera í lagi þú lagar aldrei neitt þú breytir ástandiðinu með hvað þú ert að fara að gera þetta er kannski ástandið sem þú vilt vera í þegar þú ert að taka max deadliftið ef þú ræðir við að taka deadlift þá vil ég vera að berjast við ljónið og rífa upp stönginu með adrenalín í kerfinu ég vil ekki vera þar þegar ég er sofandi skilja, þetta er bara snýst að geta rúllað spektrumið á taugakerfinu á réttum stað og réttum tíma fyrir það sem ég er að gera og fólk yfirleitt hefur enga hugmyndum hvað maður er að tala þegar maður byrjar að útskýra þetta hvað er streita, hvað er slökun, já ég er oft slagur nei, það sem þú heldur að sé slökun er bara bullandi streita hreyfingaleysi, það tengja oftast úr slökun, ég ætla að slaka á því að bara hreyfið í lítið ef ég hreyfi mikið neitt þá fyrir ég ekki í slökun ég fyrir öfugt, ég fyrir streitum af því mér vantar að hreyfa mig þegar ég er búin að hreyfa mig þá líður mér rosalega vel og nú get ég raunverulega slakað á í slökunar ástandi þannig að þetta er svona pínflókið en samt rosalega einfalt þegar maður byrjar að hugsa og skilur konceptin þannig að öndunin er klálega eitthvað sem við myndum kíkja á bara hvað getur haldið frá þér andanum lengi byrja eins að skoða þetta með öndunna Ertu að anda með munninum, ertu að anda með nefinu það var bara fyrsta sem ég gerði þegar ég las Oxygen Advantage þá voru við ekki komnir með æfingar tækna sér fyrir þetta, voru við aldrei bara svona hugsa um þetta, en hann segir bara í bókinni þegar þú anda með munninum prófaðu þá að halda hans í andanum og anda á sig með nefinu þau búin og alltaf þegar líkaminn byrjar að anda með mununum og bara endur tekur leikinn og bara nokkrum mánuðum og ég fann að finna bara, ég þarf ekki þennan góm og ég hendi honum bara ég ekki nota gómi núna í 3 ár bara með því að vera meðvitaðri hvernig ég var að anda yfir daginn bara ef ég tók á til þá bara, nei, ok hélt fyrir í smá stund ákvað nú ætla ég að anda með nefinu var meðvitaður það í nokkra mínútur eftir á og þá oftast resetaði líkaminn sinni í smá stund og bara með því að hugsa um þetta daglega alltaf bara að vera alltaf grimmur bara við sjálfan sig ef þú anda með munnum þá er þetta bara Prótókollið er hvað þá? Halda sér andanum smá stund af því hvað er að gerast ef þú andvarpar koltvísýningurinn var að byggjast upp þú bara, nei, ég þarf að losa hún út ælir húnum öllum út ok, þá þú segir líka nei, hei ég ætla að halda hans í mér andanum, ég ætla að hans að svelta hann og síðan neyðan í það anda með nefinu til þess að þjálfa öndunarfærin í því að ráða við það svo þetta er bara svona mini-æfing yfir daginn þetta er svona það sem við kalla, þú veist, grease the groove næstuði fyrir öndun með nefinu síðan alltaf núna erum við komni með æfingar þar sem við virkilega gerum þetta eins og eina nefndi á hann, búið teik og þannig þar sem við erum að æfa okkur í því að anda með nefinu og það verður þá kannski frekar næsta skref Ég byrjaði til 35 sekúndna breiðþoldi og mest þegar ég fari 154 sek í útöndun mikið keppniskap í hún sko. 2,5 mínúta rúm
þannig að, þú veist, og munurinn fyrir og eftir svo sturlaður, ég get ekki einu svona útskýrta, sko. Já, hvar lýsir hann sér munurinn? Ég með svefnmælingar til dæmis, bara djúpsvefn, remsvefn og öllu þessu og náttúrulega bara andleg líðan, bara ég er bara meira glaður. Þetta er fáránlegt, sko. Þannig að líklega meiri oxytocin framleiðsla þar sem læti orku líða vel og bara líkamlega kerfin byrja að detta í rétt horf aftur. Þannig að mann byrjar að líða vel bara yfir daginn og það er ótrúlegt hvað svona lítill hlutur getur gert mikið. Þannig að ef maður æfir sig og kemst í ástand sem við eigum að vera í, þá líður manni vel, maður er verkjalaus, maður er glaður, maður er drifkraftur í að hreyfa sig og gera hluti. Það hlýtur að vera frábrugðið frá norminu að vera fastur í kvíða eða þunglindi eða verkjaður og draga sig að gera eitthvað ná í eitthvað hjá félagum vakna þreyttur geymir það í heila viku. Já, hvað er það? Það er að skila einhverju sem fekk lánað. Það tók mig 3 vikur að koma því í verk eða bara nei, ég hoppa út bíl að gera. Já. Ég hef tíma á eftir. En hvað gerir ég við slökkis? Ég hendi mér 4 kaffibollum. Nú er ég að reyna að fá utanakomandi áhrif til að laga mitt innra kerfi sem meikar ekkert sens. Ég á ekki að þurfa 4 kaffibolla. Ég á ekki að þurfa 1 kaffibolla af því ég á að vakna feskur. Og akkur ætti ég það vilja kaffi? Já, kannski bara upp á athöfnina og bragðið eða eitthvað, en ég á ekki að þurfa koffeinið til að keyra mig á staðinn í daginn. Síðan er þetta líka þarna sko með að einmitt að maður þekki ekki alveg inn á sjálfum sig að þú veist, þú kemur eftir, þú ferð á æfingu, kemur heim og þú segir að þú finnir fyrir slökun þá og þá kannski opnast á að þú getur gert eitthvað svona heilsubætandi eða þú ert búin að koma þér í ákveð ástand en þú veist, síðan oft er maður bara farin í síman og bara byrjað að skrolla og svara e-mailum eða fyrir út að hlaupa með, þú veist, podcast í eyrunum eða whatever, þú veist, alltaf eitthvað svona smá áreiti og leiðu kemur aftur heim og opnar tölvuna og það er einhvern veginn bara svona aldrei bara herru status check, hvernig er vélina að runna hérna. Já, og maður fer í síman og ég og aðrir bara það er svona low grade streitu ástand í kerfinu. Þú ert að koma þér frá streitunni og sumir jáfnvel með kvíða, bara finn ekki kvíðan þeir eru að skrolla í símanum og einhvern veginn að reyna að komast hjá því að bara vera aðeins með sér, skilurðu. Það þarf alltaf að vera einhvern veginn að hylja yfir eitthvað með eins og að skrolla í símanum eða skrolla í símanum með einhverjum, horfa á eitthvað, lesa eitthvað, gera eitthvað, bara aldrei með bara gæðanum upp í hausnum. Já, og náttúrulega síðan bara borða eitthvað og alltaf að gera eitthvað, það er alltaf eitthvað í gangi. Hausin fyrir að fullti fyrir að sofa? Nei, hausin og þeir eru búin að vera fulli allan dag. Þú ert bara búin að vera að maska. Og alltaf að næra dýrið, sko. Þetta er ekki að maður. Herðu, hvað, svona undir lokin, hvað getið þið sagt mér Primal? Hvað er það að bjóða upp á núna? Það er alltaf lokað, mann. Undir venjulegum kringumstæðum. Já, höfum það þannig. Þá bjóðum við upp á einhvern tíma. Okay. Þar sem við í raun bara dílum við allt. Við dílum við fólk náttúrulega bara eins og það kemur inn til okkar, en lang flestir koma inn til okkar með einhverja smá streitu, stífur í líkamanum með mögulega verki í baki, hnjá, mjöðmum, öxl, whatever, og bara með þeim aðferðum sem við höfum rætt í dag dílum við það. Þú veist, aðalatriðið eru einhvertímar sem þegar við mætum fólki þar sem það er statt. Fólk eru oft hugsa að ég þarf aðeins að laga mig áður en ég kemur einhver tíma. Það bara meikar ekkert sens. Ég þekki engan sem að tókst það. Þú veist, að þú fer bara í sama far eða þannig, þú veist, og á sama tíma höfum við líka fengið fólki, ég þarf ekki einhver tíma að því ég er alveg nógu liðugur eða sterkur fyrir mína iðkun, en mér samt alltaf illt í öxlinni. Við getum alveg dílað við það líka því eins og við segjum, við höfum verið með keppnislið í fimleikum, við höfum verið með landsliðsfólk í fótbolta og handbolta og bara öllum pakkanum, bara allur skalinn í bara allstar og við höfum getað allan að hjálpað öllum eitthvað. Séðan alltaf, viltu koma meira einhvern tímann, segja það? Nei. Séðan alltaf með fullt af námskeiðum, svona daglegu tímarnir okkar, moment tímarnir er þessi svona almenn hreyfigeta. Fólk kemur á mismunandi ástæðum, hvort sem það er bara að liða vel líkamannum eða margir koma svona fólk með aðra iðkun, þú veist, bæta sig hjá okkur til þess að verða betri í sinni iðkun, af því að við erum með svona fókusaðar hluti mitt, farið splitt og spíkat, einhvers póldansarar. Er þetta ekki alveg rökrétt? Bara 100%, þú veist, við erum búin að sérhá okkur í þessu, svo að þú veist, það er oft, þau eru sérhæði að vera í pól eða í fimmleikum eða sirkus eða eitthvað hannig, við erum meira í bara þessum grunni og þá náttúrulega meika fullkomið sem að koma þangað og síðan bara almenn velliðan. Langflesti sem æfi hjá okkur í þeim tímum eru ekki í einhverju öðru, þau eru bara í okkur af því þeim líður miklu betur líkamann þeir eru hjá okkur og það er náttúrulega fyrst og fremst það sem við viljum. Hitt er bara svona skemmtilegt side effect og náttúrulega því að við viljum taka þetta langt
þetta okkar iðkun 100%, við stöndum á annari hönd og pressum upp í handstöður og gerum upp í einhver annari hönd og förum í einhver hopp og skopp og allt það sko. Svo þannig löðum við á okkur kannski til hina iðkjöndunar, en fyrst og fremst þetta náttúrulega fyrir fólk bara að líða betur en líkama og geta hrift sig eins og á að geta hrift sig. Síðan erum við með námskeiðin. Mjúkt moment. Við erum náttúrulega með mýgri útgáfa momenttímunum fyrir uppalega hugsað sem tíma fyrir mæður okkar. Því þær voru ekki að mæta í tíma hjá okkur, svo við hugsaðum hvernig getum við fengið þær, fengum einn á kennurum til þess að kenna það og hafa bara svona aðeins mýgri tíma. Minna hoppið og skoppið, minna eins og eina segir, geðveikina. Það sem við öskrum lítið á fólk í tímum, en við í momenttímanum eins og sögum við hvetjum fólk til að reyna að fá krampa. Ég aldrei að fara að segja það við 65 ára konu sem kemur í mjúkt moment. Þar eru bara að kenna fólki á að endur uppgönda líkamansinn sem hefur kannski verið í verkjum undanfyrir 30-40 ár og hafa átt erfitt með hreyfingar. Hins vegar líka rosalega góður fyrir fólk sem að skriða upp úr meiðslum til dæmis eftir fyrstu 2-3 einkatímana hjá okkur. Fylgja til dæmis tímar með í mjúkt moment með einkatímanum, getur komið einkatíma, kíkt síðan mjúkt moment, svo það oftast svona leiðin fyrir fólk sko. Og síðan erum við með Sigrún streituna. Síðan erum við fullt af námskeiðum líka sko. Þannig að það námskeið sem við erum að vinna með öndununa mikið og þessar svona grunnstóðkerfisæfingar, þar sem við fáum fólk og sögurnar eru bara fáránlegar, fólk hætt á svefnlyfjum og fleira, einfaldlega því að sefkerfið eða slökunarkerfið búið að taka yfir og þú þarft ekki lengur að deyfa líkaminn til að komast í svefnástand og líður þar að leiðandi betur, líkamleg kerfi fara að vinna rétt og fólki líður bara mikið betur. Ótrúlegar sögurnar, reynslusögurnar sem við erum með á því. Þannig að þar eru að fara í gegnum þessa streitu og í sumum tilfellum fólk jafnvel færast yfir á þunglyndisskala. Þannig að þar erum við dálítið að vinna með þetta. Fleiri námskeið sem við erum með Wim Hof. Við erum með heimsklassa aðstöðu til iðkunar Wim Hof, aðferðarfræðinnar. Við erum búin að vera með það eitthvað rúmlega 2 ár, keyra þau, ekki alveg mánaðarlega því það er svona, við erum meira í þeim á veturnar. Eru þið að henda ykkur í kuldan sjálfur? Ég er búin að vera í sjósundi rúmlega 10 ár og einar alltaf eitthvað að syndi í einhverjum fjörðum og eitthvað. Kaldan pott heima. Og erum með Wim Hof aðferðarfræðina þar, bara mánaðarleg námskeið, það sem bara kennd aðferðarfræðin í raun sko, þetta er fólk til þess að nálgast það, því náttúrulega Íslendingar við erum svo grjóthörð í því að fara bara í sjóinn og vera alltaf sko, þetta er bara partur af menningunni. Svo það er minna það að sé svona först iðkun í því, það er meira bara í því að fólk koma og læra aðferðarfræði, læra að díla við þetta til þess að geta síðan nýtt þetta kannski annar staðar. Svo erum við með Empower námskeið sem er þess að námskeið fyrir ungar konur hjá okkur sem er þess að hugsað fyrir 18 til 35 ára konur sem þá í raun movement námskeiðin pluss svona smá bland af Sigrún streituna og eitthvað þannig, bara svona í raun bara til þess að vera 100% transparentina, þá var það því að við sáum bara að sáhópur í samfélaginu áttúrulega erfitt með að festast hjá okkur. Það var engin munur á því hvað voru margir sem komu inn í stöðuna, en 18-35 ára konur voru ekki alveg að festa sig í þessu villidýri þarna í momenttímanum hjá okkur, svona sem við sáum. Svo að komum hugmynd bara að vera með þannig tíma fyrir unga konur til þess að kynna aðferðarfræðin dálítið, leyfa þeim að í lokuðum litlum hóp, það sem er líka stór svona partur bara andlega hliðin, til þess að hjálpa þeim að komast inn í þetta allt þannig. Til þess að blæða síðan yfir í venjulegum momenttímana þegar þeim finnst þeim vera tilbúnar. Svo að lokum handstöðunámskeiðin sem ég sé sem þá ég ætla nú ekki að segja það að læra að standa á höndum gerir þig að betur en mannesku, en ég vil meina það sko. Er samt róttulega gaman. Það er að því að ég hef sérhæft mig rosalega mikið að standa á höndum og það var bara aðalega bara því að ég finnst það bara ótrúlega gaman. Ég fæ bara eitthvað persónulega mjög mikið úr því að standa á höndum. Þetta er svo playful. Það er málið. Það, þetta er svona, þetta er svona sets og raps og eitthvað þannig, en þú ert bara að leika þér. Þú getur gert þetta hvar sem er. Þú þarf bara gólfflöt þegar þú ert komin á þann stað, annars þarf þú bara gólfflöt á vegg. Börn er alltaf að leika sér í þessu og bara, og það eiginlega segir bara allt sem segja þarf og það var komið bara það 1000 manns og handstöðunámskeið hjá mér síðan í ágúst 2017 eftir að við opnuðum. Og bara úr öllum áttum. Byrjaði alltaf mikið í svona fólk sem að iðka eitthvað annað, jógafólk, crossfit fólk, dansarar, fimmlenga fólk aðeins að svona bæta tækninu og eitthvað þannig. En núna bara allir. Það bara, flestir á námskeiðum sem koma hjá mér undanfæri eru bara í engu. Bara þetta virtist áhugavert og mér er alltaf langað að læra að standa á höndum. Það virðist eitthvað svona skemmtilegt við þetta.
en þegar fólk spyr akkur stendur á höndum þá er það bara upp á gamanið sko. Er þetta ekki líka smá svona hugleiðsla? Það er nefnilega máli. Þú ert ekkert eitthvað plast einhverju tónlist í eyrunum Nei, mér finnst oftast það að vera með eitthvað instrumentals mögulega sko, ef það er sérstaklega þegar þú byrja að læra standa á höndum þá virkaði engan að vera með texta í tónlistina því að maður fór að syngja með þá mistur athygli og bara niður svo þetta verður aldrei svona hugleiðsla á lítilli hreyfingu af því þetta er ekki bara að vera kjur í handstöð við förum síðan að hreyfa okkur á milli, standa á annari hönd skipta yfir á hina og hreyfa fæturnar og allt annir sko. Svo en að þarf enginn að læra að standa á höndum það er kannski samt svona af því sem ég nú oft spurði að því þarf fólk að vera í spíkat, þarf fólk að vera í split þarf fólk að læra að standa á höndum það þarf enginn að gera neitt sko. Það þarf enginn að gera neitt en okkur finnst það ótrúlega gaman og við trúum því að flestum muni líða aðeins betur og finnast það líka mjög gaman að þau prófa. Þetta er alveg programmaður. Herru, ég bara Einar og Helgi, ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og Takk fyrir að hafa okkur. Babla þetta. Þetta eru góð vísindi og ég vona að fólk ná að taka einn út úr þessu og betrumbæti lífsitt og efli heilsun. Það er númer 1 og 3. Það ekki? Takk fyrir. Takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir.